4, það föstudagurinn 1. apríl. Já, þið heyrðu rétt, 1. apríl, stór hættulegu dagur. Og FM 95 Blöð hafði göngu sína á þessum yndislega degi. Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti. Og beint á mótinni sitja 2 snillingar. Annar heitir Egill Einarsson, oft kallaði fyrirlið þáttarins. Og hinn heitir Steinþór Hróar Steinþórsson og oft kallaði vara fyrirlið þáttarins. Hvernig eru þið drengir? Ég ætla ekki að byrja á einum í dag. Bara það gís. Já, við erum bara heldur með ískaldan Túborg léttum hérna. Og við erum bara... Já, það er ekki komið bara vor í okkur. Jú. Fyrsti þátturinn í apríl. Nett voru í punk. Ég byrjaði að hlýna og sólinn hækkar og eins og í gær þá klukkan 8 kvöld. Já. Og það var bjart. Það er langt síðan maður hefur verið vitnað því Það mætti fara að hlýna eins, þá myndum maður kannski detti í svona meiri vor-feeling en sólinn, hún er svona aðeins hún þarf að sína sig bara að fá byrtu Já, byrtan er komin Það er svo leiðilegt að það er myrkur kl. 5 á daginn sko. Þú veist, núna er bara bjart til 9 Já, það er rosa Og bráðum verður bjart allan sólarhringinn Já, ég Það er þetta þreytt líka Ég er náttúrulega ekkert alltaf hrifinn af því sko. Þetta á að vera þannig að þú vaknar 6, 7, 8 á mótana þá átt að labba út og átt að fá sól í andlitið og svo verður dimmt bara svona upp úr 7, 8 Þannig er eðlilegt Þannig er í Evrópu og öðrum löndum Við erum búið með að share-hole þá breytist þetta bara Það er dimmt 20% það er bjart 20% Ég þarf eiginlega að vara þig við Egill því að það er skemmtilega stelpa á Instagram það virkar alltaf voða fín, ég þekki hann náttúrulega ekki neitt Hún lætur alltaf að heyra ef ég tala illa Ísland í þættinum Hún býr ellendis og hún er alltaf svona að minna mig á bara hvað við séum heppin að búa hérna Þess vegna býr hún erlendis Það er þetta góða punktur og spyrir hana kannski ég langar að flytja heim, ég get lofa þér að fara svarið Þetta er eitthvað ruglað þetta aldrei að koma heim sko Nei, fínt að koma í heimsóknir Það er nú að bucketlistunum hjá okkur öllum hérna í blöðkastinu að flytja erlendis þannig að prófa þannig að hún er að lifa bucketlistunum okkar Við flytjum á Kóm og félagarnir Siglum yfir til einhvers annars Jús veistla og það flauta Já, hleypur steindir út hoppar upp í snekkjuna Jús veistla og það Kannski sens á teli eða eitthvað svoleiðis bulli Það er greinlega, það verður nóg til hjá allir í framtíð Mér heyrist það Sækjum hvort annan á snekkjunum og bipum fyrir utan og hlaupum út og hoppum yfir í hvað heimi lifið maður Það hljóma vel, sant? Mér myndi finnast erfitt að dreyma þetta Já, þú veist, þetta hljómar þetta fárlega vel En heldur, ég held að sé ekki sem þannig hjá Clooney og þeir sem búa það heldur að þeir sé að fara bara eitthvað á skipinu og bíp Já, mér stældi líklegt Það er rosalegt húsið hann þar maður djur væri til að búa þar maður Já, það er flottasta húsið bara maður hefur séð húsið á stjörnunum Þetta er flottast Þetta er bara eitthvað flottasta sem ég séð maður En hvað, er þið fyrsta, kannski aðstæðanlega spurning er þið 1. apríl menn, hendið þið í gabb? Já Við tókum náttúrulega upp klef í gær Ákveðum að hafa 31. maskrín Hringdi mér mömmur okkar, það er á eftir Já, ég er mikill 1. aprílmaður Já, þú ert náttúrulega svona grínar í þér Já, Þetta stríða mönnum alveg mikið Já, ég reyna að ringja bara sem mest í dag Já, en það er samt eru þið svona strangir eins og ég ótti ekki að heyra að það þú átti ekki að vera að ljúa 1. apríl og að láta ykkur hlaupa 1. apríl Þetta snýst svolítið það sko Já, má ekki ljúa samt gamla góða líin Ég held það sko, það var alltaf svona 1. aprílgabið mitt Ég veit að við erum ekki búin að spila klefan þegar við ringjum með mömmu okkar En ég leta hann hlaupa Já, ég nefnilega gerði það ekki Mitt var aðeins grófar og verra bara eitthvað Hvað lest hann að Sæk eitthvað drastliðið? Nei, þetta kemur bara allt saman ljós Ég er að vinna alltaf með svipa koncept Það er hestur út í gerði Það er alveg ótrúlegt að hún fellur fyrir þessu grein okkur einasta fólking árið því að hún fór að leita hestinum Já, það betur auðvitað Já, það er alltaf ekki, þú veist Það er ekki táluglegt í Mosó sko En já, það er þetta Mitt á svona verið, ég lauga mömmu bara rakilega verið að bara brjóta á sig báða lappirnar Það er skemmtilegt Já, þetta er ekki Hvað er hræðilega líka? Ég hefði átt að fara í ég átt að láta hann hlaupa Það er ekki að hlaupa þetta sko Nei, ég veit það er bara ræðilega Speiðilega fyrir Ég er svo lélur í þessu Einnig sem mamma snögt að gera var bara að fá sér sæti í símanum og bara fekk bara kvíða Já, þannig að maður á að láta hlaupa Ég er amatúr í þessu, steindi góður í þessu Þannig að ég ringi morgun sem segjum bara Morgun í dag? Já, segjum bara 1. apríl Ég ringi kannski bara Kristi Pálsson sem sölumæður og kynnisvíkil í sporthúsinu og segja gamli, ég er bíllaus, þú pikka heima Segja kemur hann heim og ringi, ég er mættur Ok, ég er í vinnunni Það er great comedy Það er fullkomið fyrsta það Ég ætla að gera þetta fyrir 10-15 manns Pappi minn var rosalega þá rosalega 1. aprílmaður hann náttúrulega ekki reynt að gapa mig í mörg ára allavega en versta sem hann gerði, þá byggum við á Króknum þá var hérna annar með þess að Kristján, nágranni nafni hans, bjóð hliðin okkur hann lét hann fara og sækja sig upp á heiði því að hann væri með sprungið dekk svo stengleimd hann niður, hann náttúrulega ekki gemsar
Steinn gleymdi að láta hann vita að hann væri ekki að segja kona þess að það var ekkert að ná á mannum, hann var bara farin upp á hell. Það var að hjálpa pappa með sprungið dekk. Það er fullkomið 1. apríl. Já, samt, 1,5 tími, 2 tíma og svo tilbaka. Ég er bílað. Nei, helst að hún er að senda ykkur bara til útlanda og tilbaka. Þú átt að láta fólk vesenast. Já, það er svona, það er grínið í þessu að láta hlaupa. Já, ég Steinþór er sérfræðingur að það. En finnir þið komið vor í ykkur? Já, mikið vor og bara maður er að gýrast upp. Ég finn það alveg. Já, það er einhvern veginn, það er bara vor og haust á Íslandi. Já, það er eiginlega ekkert annað. En það er líka bara létt. Já, við fáum sumar, eða ekki? Já, mér finnst líka bara 3 daga max. Já, eftir þessar rauðu viðvaranir og þessi leiðindi þá held ég fáum rosalega 30 pluss. Ef við erum hreinskilin, hvað fenguðu marga sumardagi fyrra? Náðu það 4, 5 og þá er ekki eins og nýkja. Já, komur nokkur dagar sem að gott fara út á pall og já, það fólk fyrir norðan fekk fullt af góða já, reyndar og Egilsstöðum eitthvað. Já, við vorum maður þarf að taka það bara í sumar. Ef þetta verður svona, þá ætlum ég bara elda veðrið eins og öll hinn gamalmennin. Ég er náttúrulega að verða 50 sjálfur Ég ætla bara að vera, hvað er besta veður og ég ætla að fara á það. Þú ert ekki að yngjast? Nei, langt í frá. Það er enginn sem er að hlusta á þáttinn yngjast. Ég tóla ekki þess að línu. Nei. Er einhver að yngjast sem er að hlusta það? Já, sko, jú kannski Gíslimartin í húðinu en allir aðrir eru eldast. Ævar Gudmundsson reynda lítur alltaf út fyrir að vera 25 ára. Hann átti ammali í vikunni að þú ætti að hlusta Ævar Gudmundsson til hamingju með daginn. Ég faðma hann hérna á göngunum. Ævar Gudmundsson 56 ára kallinn mann, lítur út fyrir svona 26 ára. Hann er eins alltaf bara. Ég var sko Facebook er alltaf komið eitthvað memories, poppar eitthvað eins degi, hefur núna eitthvað memories Já, svona ammalum hjá honum. Já, eitthvað 10 ára gamla myndir og eitthvað. Ævar Gudmundsson er nákvæmlega eins núna okkur 10 ára síðan. Það er engin munur á hann. Sefur í eitthvað svona formalínu. Já, og líka einhvern veginn sko, bara hefði maður verið Ívar fyrir nokkuð málum, maður kannski verið stressaður augum alltaf lokast meira og meira. Það eru alveg eins. Bara jafnlókuð voru sko. Herðu, vitið í hverju ég lendi í gærdringis. Mér langaði svolítið að tala um þetta við ykkur. Já, menn eitthvað hefi? Nei, ekkert hefi. Mér langaði svona að athuga hvort þetta sé líka svona heimi á ykkur. Af því að við vorum að fara upp í rúm í gær. Upp í rúm? Já, og ég fór á undan. Strax svona spenntur. Erum við að fá kynlísögu? Nei, það var ánur að veistla. Herru, slakið á. Ég er nú bara að fara að segja ykkur hérna smá. Herru, ég syns að kemur fyrir. Nei, við varum skeggið, allt klárt. Já, það er allt klárt. Þú ert eitthvað með rosa móttu núna. Ég ætla bara að segja ykkur strax. Það er aldrei svona hugulegt. Maður bara að segja ykkur strax. Það er bara ekki neitt kynferðslegt þetta sem ég er að segja. Ekki neitt. Það skriði upp í rúm. Já, það er bara ekki neitt þannig. Ertu í pötum? Ertu búin að hátta þér? Það veit ég ekki maður. Jú, bara stöðbuxum. Þröngur nærbuxum. Þröngar að víðar. Ég segi stöðbuxum. Já, og sefur í stöðbuxum, engum ból, engum sokkum eða neitt þannig kæftæði. Nei. Og allt orðið þannig. Stöðbuxum með var skegg, basically. Jú, býttu, ég sverða, ég var ekki að hugsa þetta, ég er bara að hugsa aðstæður. Sjá það fyrir. Það er risur doppul king size rúmi eða ekki? Nei, ég held að það er queen size bara. En allavega, þá er ég er komin upp í og undan. Hvort að Sigurinn hafi verið sturt eða taka sér málingu eða eitthvað setja sér krem eða hvað, ég veit ekki hvað hún gera, hann var bara baði. Eitthvað dutta. Og svo þegar hún kemur, þá er ég sem sagt í hennar, nú ger ég gæsalappir í stúdíónu. Ég er í hennar plássi. Ég er hennar megin í rúminu. Fattið? Já, okkur jánsku, hvað er það? Hún kemur hérna og hún segir hérna, þú veist, færðu þig eða eitthvað, kemur, ekki þetta má ekki hljóma illa, þú veist, færðu þig. Já, kemur bara og svona eiginlega meira bara svona kemur og svona er eiginlega bara íta mér frá, sko. Og ég eitthvað, ég byrði henni, hvert þú hinum með henni eitthvað, og hún eitthvað, ha? Nei, þú farðu á þitt plás eins og ég væri bara hundur, farðu á þitt plás og ég fór að hugsa svona, jú, þú veist, við erum alltaf með okkar, við erum með sikkur plásið. Það er allir með það. Já, en svo fór ég að segja, það er ekki heilagt fyrir mér. Ég var mér létt með að fara bara svo í hennaplás. Og gæti bara sofið það? Já, bara sofið það og sett síma minn á náttborðið og ég er ekkert fastur endilega hinum minn. Ég sagði bara, ég var svo þreyttur á. Ég var svo ógeðslega þreyttur. Varst þú þreyttur og kannski ekki? Já, ég sagði, ástin, leið mér að, taktu... En okkur fórstu hennar megin til að byrja með? Hún var búin að vera þarna upp í grunlega, bara eitthvað í símanum eða var eitthvað vinn í tölvun eða eitthvað. Þannig að þú veist, það var búið að taka svona, það var orðið kósí. Já, það var orðið kósí. Ég fór svona og ég lagðist bara þar og svo var ég bara tilbúin að fara bara kastir handklæða það og það var bara
Það var ekki vel séð. Og mér var í rauninni bara svona ruslað yfir á hinn helmingin. En enda, varst að reyna, barðuðist eitthvað fyrir að fá að vera það? Nei, ég barðist ekki til því. Ég sagði bara svona, kom á mig, ég bara, nefnir þú ekki að vera hinn veginn og ég bara, nei, það er ekki alveg, ég er hér. Já, ég enda að skila hana mjög vel, sko. Ég líka. Er það? Það er ekki að vera hræri í þessu, sko. Nei, ég ætlaði að tala þetta við ykkur, þú veist, ég veit alveg að, þú veist, fólk er með sinn helming. Er þetta það merkild að ef ég hefði bara verið sofnaður þetta, þá held ég að hún hefði bara ítt mér yfir. Já, þú ert náttúrulega, ég er eitt vanafastasti maður sem hún finnur, sko. Þannig að þetta, ég er með Sigrún í liðið þarna, sko. Er það? Já. Hverju skiptir þetta? Veist, ég átti mjög erfitt með þetta að sko, við erum í nýju rúmi núna en gamla rúmi, Rakel vildi meina að hún var ólétt að dýnan hjá henni væri búin að sökkva svolítið niður. Það gerist. Maður á að vera þess að þetta víxla dýnunni á 3 manna fresti og snúinni. Þannig að hún var að biðja mig þegar hún var ólétt að tetta að skipta vissi því að það var svo óþægilegt fyrir að liggja hana. Hún náttúrulega ólétt. Ég átti rófast, ég gæti náttúrulega ekki sagt nei en það var allt inn í mér var bara svona ég þarf að vera mín megin maður. Nei, þú hefur ekki getað sagt það. Nei, ég sagði það ekki en ég var að bölva því í hugarnum, sko. Ég þarf að vera mín megin. Og svo lagðist ég og hún bara finnur þetta og ég fann það ekki. Ég var ekki eitthvað að reyna að láta hana svissa aftur. Ég sverði, ég fann ekki neitt, sko. Ég bara, nei, ég finn lenga mun. Á að gera þetta ekki bara allt í lagi. Ég bara, nei, menn það ekki bara fínt að sagði það? Nei, ég mann það ekki. Sikk og rugglaður. Já, ég er rugglaður, sko. En málið er að, þú veist, mér svo svaf ég bara þar. Þú veist, ég skil bara ekki alveg pælinguna hverju þetta skiptir. Af því að, þú veist, maður bara, þetta er bara rúm, maður ætlar að sofa í því. Hverju skiptir máli hvorum einn? Ef ég til dæmis að fara á hótelherbyggi og þú saman, þá þarf ég að vera í fjærrúminu. Ég skil ekki. Ef ég þú reyndar sem er náttúrulega löngu dögt, það er ekki hægt að sofa við hliðina þér og það er verið bókaðir að fólk hlæra alltaf og heldur við sem að grínast en við verðum að fá 2 herbyggi. Þegar við vorum að sofa saman í ekki sexually. Nei, bara sofa saman inn í herbyggi. Þá verði ég að vera í fjærrúminu. Ég er ekki það rugglaður. Ef ég fyrir á hótelherbyggi vel ég bara aðra hvort hliðinni. Svo þegar ég fór með menswear, ég sagði bara, hvað ætlum við að vera menswear? Bara, ég skæti ekki mér saman. En heima það var mjög weird að svissa í þar. Ef þið standir þið fram að rúmið ykkar heima okkur í Svefnherberginu, hvort eru þið vinstra megin eða hægra megin? Ég er vinstra megin. Já, ég líka. Ég er vinstra megin líka. Ok, þá er þetta greinlega. En þá er ég sko, ég er fjær útidyrahurðinni. Ég líka. Þannig vil ég hafa líka hóteli. Ég vil vera fjærhurðinni. Það er tilvíðlega vantarlega sko. Mér finnst ég að valið. Ertu ekki alltaf fjærhurðinni eða vart vinstra megin? Ég var nær hurðinni í AC. Þá var Swesthart vinstra megin En mér finnst ég vera samt sko drengir, sko, mér finnst ég að hafa valið vill svona helming bara frá byrjun. Okkur. Ég er að reyna að vinna í að skipta, sko. Og það gengur ekki vel, sko. Nei, ég held að það sé ekki verið hægt. Ósáttu við helmingi þinn? Já, ég sko að því að þú veist til dæmis, það er lengra fram og ég fer lengra fram? Hversu stórt er rúmið? Nei, ég er að segja, þú veist, ég þarf að fara. Þetta er lengra lapp. Já, ég þarf að fara að hringi í kringum, fattur þú? Já, þetta er þreyttur eftir æfingu dagsins svona, þannig að þetta er alveg vesen. Já, og en málega er að þú veist, ég get orðið að fara, ég rápa meira. Þú veist, ég er að rápa. Segir hún laust eða fast? Hún segir mjög laust. Já, það er eins og Rakel. Já, og ég rápa mjög mikið. Ég fer kannski fram 2 á nóttinni og pissa á svona. Já, pissa og svo kannski fer ég bara að vakna og kíkja hans fram og ég náttúrulega sé mjög lítið. Miðjanótt? Já, ég er að þvælast bara aðeins, sko. Eða svona, þú veist, ekki bara fá mig vasklas. Þú veist, eða bara fara á klóstið eða fá mig vasklas. Aftur vasklas. Og stundu sesti kannski í einhvern stól og hugsi í 10 mínútur og fæ mig vasklas og fer aftur upp. Miðjanótt? Já, kannski ekki miðjanótt. Þetta er kannski bara miðnætti. Segjum ég sopna 11 og vakna og svo og fæ mig kannski vasklas og það er kannski bara vaknaður. Nei, ég ætla að fara aftur svo. Þú veist, þá kannski meti það og ég að vakna. Já, ég að fara svo. Ég veit það ekki. Þú veist, þetta er ekki. En ég skil hann. Þetta er ekki nelt í stein hjá mér, skilur. En þú veist, ég er að vinna ekkert mikið við samfléttansöfn. Ég tek bara svo, ég tek þetta í törnum. En þetta er eins í okkur í sófanum öllu, eða vótið það er farið, sko. Já. Ég er alltaf á samastæði í sófanum og það er ekki eins og ykkur, eða? Já, ég er bara með eina tungu, sko, í sófanum, sko. Þannig að slegið hana, sko. Já, það er alltaf tunguna. Ég er ekki með tvær, sko. Ég er með tvær, eða? Við erum með svona einu og halva. Það er reyður. Nei, ég er bara rosalega með 2 tungur. Það er ein tunga á sófanum með mér. En málið er að ég er mjög sniður. Ég keipti rosalega breiða tungu. Þannig að við komumst í rauninni bæða. Ok, er þið kósí þegar þú horfa saman? Hversu breið tunga er þetta? Þetta er 2 manna tunga, sko. Ég kemst ekki inn í hólana mínar, sko. Nei, en málið er að það kemst þessi litli sófi sem ég með inn. Nei, sófin er ekkert stór. Þá er bara minni pláss fyrir þá,
Það ætlar ekki að sitja á tungunni. Bara stærri tunga. Rosalegt. Þetta er rosalegt. Já, talandi rosalegt. Við erum með svaðalegan þátt handa ykkur í dag, kæru hlustendur. Það er rándýr gestur á leiðinni, maður sem hefur ekki komið í þennan þátt og ekki farið í mörg viðtöl bara síðustu ári, aðeins Dregis úr Svísljósunni, meira núna að skrifa. Hann er einn af okkar uppáhaldar, hann Sigurjón Kjartansson. Já, hann er bara, það er þetta basically að kynna hann inn bara sem snilling. Já, hann er snillingur. Það er ekki hægt að flokka hann sem neitt annað. Hann ætlar að koma hérna í heimsókn. Jón Gnarr ætla að koma með hann, menn þurfti að bruna Norður Akureyri, hann að leika þar. Já, þegar tvíhöfð er að bralla núna. Já, þeir eru með páskatónleika. Þetta eitt besti skets allra tíma er páskar. Já. Hann kemur hingað á eftir. Við erum með nýjasta liðin sem er hver á röddinni í umferðinni. Hann er virkilega góður í dag. Spurningkeppni Gilsarans, hvað er að vinna með þar? Það er mjög skemmtilegt að Steindór sagði með dáðan að hann var komið með vor í pung. Já. Og ég er með King of Spring eða King of Warney, eða þú veist, ég kalla King of Spring. King of Spring. Já, það er líka rímar. Það er áður og svona þessu árlegu keppnu sin. En finnst ykkur þetta ekki samt vera svona rétt sem ég er að segja? Finnst ykkur ekki léttið fólki núna? Jó. Það er svona, veðrið er bara Ég finn alltaf þetta í vinnunni, fólk er svona meira að byrja að brosa og... Já, það er bara svona, þú veist, það er bara komin svona, þú veist, þetta helst rosalega mikið í hendur eða myrkur allar sólarhringir. Ímyndið ykkur hvað Íslendingar væru jolly og skemmtilegir eða væri alltaf gott viður. Það er alltaf að tala að Daninn sé svo líglað. Hann er það. Já, það er að því að gott viður þar. Og þau fá þetta byrtu og myrkur til skiptis. Já, Daninn er mjög skemmtilegur. Og það kom greinu daginn að Danir eru hamingjusamasta þjóð í heimi. Eru þeir? Já. Já, ok. Þeir eru nummer 1. Já, hvað voru Íslendingar? Við vorum að það samt alveg top 10. Nei, við erum alltaf í top 10. Þá voru fólk að ljúa þessu könnunum sko. Ég hefði það hringt yfir sömatíma. Við vorum alltaf ekki top 10. Það er ekki hringt í janúar sko, ég tóði því sko. Já, Íslendingar eru alltaf mjög hressir 4 mánu ári. Já, reyndar eru flestir í kringum með alltaf mjög hressir. Já, en Daninn er hvernig væri það væri alveg viður en herði. Svo erum við með þekki eða ekki klefin. Við komum inn á hann áðan, við fórum í gær og ringdum í mömmur okkar. Já, og ég með nýjan lið handa þér. Nú, já, ég með glænýjan liður. Já, þessi liður heitir Frasakóngurinn. Það er ekki það. Það sem að ég kem með þekkta íslenska frasa. Og það er hvort að þið þekkja þá. Við eigum ekki skaffa hver á frasan með það. Nei, þið er bara að segja hvað frasin þýðir. Já, ok. Við erum að tala um þetta eru klassískir íslenskir þekktir frasar. Herru, nú er Coach Proud hérna stendir. Nýr liður, það er komið smá press á þig. Það var helviti langt sem að kosta með nýja liði. Gætu að smíða eitthvað. Já, eða blökasti. Svo, já, ég var næstu búin að gleyma. Hlustendur okkar, drengir. Þeir eru alltaf á tánum. Já, rétt. Og því miður fyrir Steinþór Hróa Steinþórsson núna að þá eru hlustendur á tánum. Ég get alveg, já, byttu, hvað nú? Þetta er ekki gott fyrir þig, Steindi. Takt hennar skell bara, eins og maður. Ég ætlaði að fara að finna hérna þegar þú varst að neita þessu en þú ert búin að... Nei, segð það bara og ég skal bara taka þetta kannski. Davíð, sem er diggur hlustandi, mjög ánægð með hann. Já. Hann sendi mér hérna svolítið sem ég langar að spila. Vídeoklipp. Þetta er vídeo en það heyrist vel, hann ég ætla bara... Já, það er bara... Ok, því að þú veist Málið, þeir gríp okkar alltaf ef við tölum með raskatinu, það eru böstaðar í því sko. Og það er fáir sem tala meira með raskatinu Steinþór og Steinþórsson. Og þetta er líka, þetta er sérstaklega erfitt fyrir þig, Steindi, þegar þú veist meina við ljúum ekki að hlustendum. Þannig að komdu bara með þetta. Þú hefur verið að rífast um þetta hérna í þættin. Það sem þú segir bara, ég geri þetta ekki. Ég geri þetta ekki. Hvað ekki ertu að tala um að þetta sé eitthvað að þefa þetta sængur? Þannig þá myndi ég að gera það. Ok, þá skulum við bara hlusta hérna. Þannig þá myndi ég að gera það. Ok, förum bara undir sæng og þefa þeim. Já. Góður. Ég þef allstað, þú veist, ef ég prumpa þá þefa ég sko. Þannig að hlusta þær í allstaðar þú prumpa. Hlustum aftur á það. Hvað viðtalið var þetta? Brynja Már spyr. Þú ert svona 12 ára þarna. Prumparu undir sæng og þefaru. Nei, ég sér það, hann er svona 30. Nei, 30? Þannig þá myndi ég að gera það. Ok, förum bara undir sæng og þefa þeim. Já. Góður. Ég þef allstað, þú veist, ef ég prumpa þá þefa ég sko. Þannig að þú ert búin að segja í viðtali að þú prumpar undir sæng og þefur það. Þú gerir það alltaf. Ég sagði líka... Hvert einasta skipt. Það sem að klára það er líka. Ég sagði líka við ykkur þegar við vorum að fara yfir þetta að ég hafa vel gert það sko.
Þetta er Brian Eccleben taka viðtal við, það er rosalega. Ég var búinn að taka þetta á mig. Ég var ekki sammála því að ég væri alltaf að því. Þú sagði þarna alltaf, eða ekki? Já, en þetta var líka því að ég var 12 ára gaman. Nei, þá var ég Brynjar bara ekki að taka viðtal við. Masja, ef þú stendir þetta myndilega, en veistu hvað ég hef verið gaman þannig alveg? Hvað er þetta gaman þetta? Ég get svarað, ég er líklega svona 21 árs. Og það ekki mig var að skaka það. Brynjar Már var ekki sem byrjar að vinna þá. Brynjar Már er búin að vera í bransanum. Þú er byrjað með Steindan okkar þarna. Ég man alveg eftir þessu lúkjaðu og þessa peysu. Hvenær byrjaði Steindan okkar? Steindan okkar byrjar þá er ég bara kringu 20. Nei, þegar hann kemur á stöð 2. Hann meikar engansins. Hvað er gammal það? 2009, 25 ára hana. Já, ég man ekki hvað hann var að 2008 en ég 25. Já. Þá er En þetta er svona, já það búið reka þetta ofan í Stenþórum. Já, pakka hann saman tekur hann á skell. Stundum fann hann bara skell í lífinu. Mér finnst ekki að þessu strákars. Ég tek þetta bara. Einu bara reyku við og þegar. Ég töð ekki þér eina sekundu við því. Nei, það var vitlega sér. Þegar svo vilt. Já, ég hafi ekki allir gert það. Þú veit það er farið. Já, ekki að segja einhvern tíman en hann gera alltaf. Það er að magna. Blöð er að opna helviti hættulega ormagreifi núna ef hann er að fara að grafa upp gömul viðtöl. Það er einhver leikur sem hann veit ekki að fara í. Var hann að koma sér í vesina? Ég fekk þetta bara send. Þetta er eitthvað sem þú verður að neita fyrir þetta vættur. Já, en sem betur fyrir breytist fólk. Ekki skjóta sendibóðan, það er hárrétt. Sko, við erum með rosalegustu afmælistónleika allra tíma. Núna eftir, hvað eru þetta? 6 vikur? Það eru 6 vikur akkurat í dag. Í dag eru akkurat 6 vikur í afmælistónleika F95 Blöð. Við erum byrjað að æfa fyrir það. Það er sko ljósasjóðin og við vorum að hitta þá sem að sjá hljóð. Þetta verður eitthvað sem hefur bara ekki sést á Íslandi. Við ætlum að halda rosalasta partí allra tíma og þessi ætlar að mæta í partíð. Við minnum á miðasöluna inn á trix.is 10 ára afmæli F95 Blöð. Jag känner en båt. Held ég þér að hlusta FM95 Blöð hér á FM 957 og drengi það er hördu þetta hljóð ekki, það er komið að slúðri hér í FM95 Blöð og það er erlend slúður en það hefur Steind ekki verið íslensk slúður í mörg ár, segist alltaf verið að koma með það. Býttu, nú var ég aldrei kemur neitt. Nú var að rifast upp fyrir mér, ég var bara að lofa að vera með slúðri eða ekki, ég bráðum. Já, bráðum, þú varst að vera með það í næstu viku. Heru, ég þarf að fara að kíkja núna í inboxið, það er alltaf fyllast sko. Það er heldur langt sem það var. Já, ég þarf að kíkja það, svo er fólk líka að fara að velta fyrir sér hérna, hvað heitir hann okkar besti? Kristoffer Hatti, hvað er þetta á honum? Já, herru, hann er ekki verið lengi. Nei, þannig að það er bara allt í gangi. Já, ég myndi skamma þið nema þú ert með nýjan dagskrálur eftir, þannig að ég get ekki verið að skamma þið. Nei. En eru tilbúinir í slúður, drengir? Já. Yes. Við náttúrulega fórum, ég held að þið viti nú alveg hvað allir eru að tala um. Er það Bruce Willis og hann sé búin að leggja leiklistina í hillina? Já, ég tek það reyndur eftir, en það sem er svona umtalast náttúrulega á öllum slúðursíðum er Will Smith og Chris Rock. Við fórum ágætlega yfir í blökastinu á þriðjudaginn. En það sem er komið núna er að Chris Rock, hann var að skemmta í fyrradag svona fyrsta giggið hans eftir. Já, kannski ég ákvaði bara búið að selja upp all gig. Já, bara eftirspurnin eftir Chris Rock keyrðis upp 100-falt. Það seldust allir miðandir hans upp og miðar sem að kostuði $50 voru að fara á $8,000 on the streets í Boston. Hann var í Boston í fyrradag. Já, þessi löðrungur var blessing in disguise fyrir Chris Rock. Já, ok, það var ekki eðalega fyrir hann. Það er ekki alveg aftur með á því af hverju það var enginn að spá í Chris Rock fyrir óskurlega. Nú er hann frægasti maður í heimi sko. Það er bara vídeo á hann á Twitter sem hefur löðrungan á laun. Einu sem ég sé á Twitter, það er löðrungurinn. Ég fer núna, það er einhver að retweeta að tala með það löðrung. Með einhver, komið fullt á svona gifum og já, menna Will Smith er sko að fá álfuru skít og Chris Rock bara the hero. Hann er tróðfyllt lögn gig, hann getur fyllt með þessu skar gardunum bara næstu helgi. Það gerði Chris Rock ekki neitt, hann er búin að staðfesta að hann ekki hugmyndum og hann væri með þennan sjúkdóm. Þetta átti bara að vera svona saklaus Jane brandari og maðurinn lappar upp á svið og lemur hann. Er það komið í ljós að hann vissi það? Hann hafði ekki hugmynd. Og það sem gerðist þarna líka, hann tók þess að högg sko. Það er ekki hægt að taka högg betur en Chris Rock gerði hann fekk alveg street cred eftir. Já sko, street credit, ég ætlaði að koma inn á það hér. Það sem að menn eru hrifnastir að hann setti ekki eins og hendina á kinnina. Þú veist, oftast ef ég myndi slá því steindi þú gerir svona, setja hendina svona á. Akkur heldur ég myndi segja af því að ég þekki þig, þú myndi gera svona, hvað er þetta eitthvað reglaður? Öruglega myndi ég gera það. Já, það er mér seldi vídeo að því en það blöð slóði einhvern tímann ykkur nokkur mánu og þú bara að grænja sko. Já, það, já, herru er þetta slúður mig eða Chris Rock? En hann átt bara höggið og hélt áfram eins og professional og sko það voru allir mjög forvinni hvort hann myndi ræða mikið þetta á stand-upinu sínum.
En hann sagði að það þetta, hann spurði bara ok, þess að hann opnaði bara á so okay, how was your weekend? Og það var mikið hlegið. Þetta náttúrulega gerist helgina. Það máli grínast aðeins með þetta. Já, hann sagði að hann væri ósækjandi því að hann væri búin að semja sérstakt stand-up fyrir þennan túr, en sagði engar áhugjur að hann mun koma inn á þetta síðar. Þannig að hann á eftir að ræða þetta betur. Kannski eftir að melta þetta eins líka. Og hann ekki, sem sagt, samkvæmt þessu, eða samkvæmt vinum Chris Rock og bróður hans, er hann engan veginn búin að fyrirgefa Will Smith og fannst þessi afsökunarbeðinni virkilega lélega. Hann skildi ekki hafa samband við hann og tala við hann. Já, Will Smith bað hann afsökunar. Hann bað hann afsökunar nokkur dögum setna á Instagraminu sínu. En svona ef það tekið mið að bróðir Chris Rock að fá Chris Rock að minnstakosti vilja fá símtal frá manninu sem barða hann upp á sviðin. En Chris að þykja budduna vel eftir þetta, þannig að til hamingju með það. Já, ég hef alltaf verið Chris Rock að það. Já, Chris Rock er geggjað. Ekki það, ég hef alltaf Will Smith að það. Það einhver sem illa við Chris Rock. Hann er ekkert á sama, hann er ekki Chappelle sko, hann er ekki top 10 bestu grínstæði í heimi, en hann er náttúrulega svona top 25. Já, hann er samt svo mikil góðsögn, þú veist, hann er búin að vera náttúrulega mjög lengi í bransanum og einn af okkar bestu vinnum, Pétur Jón Sigfússon, lendi nú í Chris Rock. Já, ekki stóð Pétur upp og sló hann. Nei, þá tók Chris Rock sko, þegar á Comedy Cellar í New York, þegar Chris Rock leit niður, sá Pétur Jóhann Sigfússon. Já, með kærustunum sinni. Og kærustuna, og hann bara spurði hvort þetta væri, ég ætla ekki að segja hvað var undan, en bróður hennar að passa hana, spurði hann hvort að Pétur væri. Já, þú veist að hann væri svona, ekki með allt þarna uppi og hún væri hvort hún væri að passa bara. Já, og þú veist að málið er að 40 mínútur fóru vís bara, hann tók ekkert uppstand, hann tók bara Pétur. Já, jarðan. Og það varst ekkert aðrilega að finna þess að Pétur hana. En eins og ég segi, þá fjallar nánast allt þetta, en ég er líka með aðra frétt þetta sem ég vissi ekki. Ég hugsaði mitt bara hvað okkur var manninum ekki vísað út. Will Smith neitaði víst að yfirgefa salinn eftir kynnestin. Og hann var beðinn að fara og hann neitaði. Þeir hafa ekki reynt að hendunum, ef þeir ætla að hendunum út, þá er bara hendunum út. Já, það kom víst manneskja að honum og bað hann að fara. Já, hann bara sagt nei. Og hann sagði nei. Já. Og ég held að það sé, þetta er náttúrulega allt í bitni og eitthvað, þannig að þau vildu örugglega ekki bara make a more scene, en ég held þetta líka verið að því að hann var að fara að vinna Óskarinn, annars hefði hann örugglega bara verið hent út af öryggiskæslu. Já, þetta er alveg hægilegt dæmi. Já, og það er líka alveg sama hvert þú ferð núna, hvort þú ert á Reels á Insta eða ert inn á TikTok eitthvað, það er ekkert annað en vídeo núna af Will Smith og Jada Pinkett Smith, þar sem hefur verið að þú veist, ef þið haldið að hlustendur okkar séu góður að fara aftur í tíman og finna eitthvað, þá getur ímyndað að þú veist með allan heiminn í þessu. Ég er endalaust að sjá viðtölu sem Will Smith segir að hann ákvaða að lifa í ást en ekki violence, þannig að hann hefði alltaf verið svo manneskja, svo bara kemur höggið búm. Það er endalaust að vídeo þar sem að Jada Pinkett Smith er að segja bara ok, þó ég sé krúnurökum, ég gæti ekki verið meira sama, come at me, en svo, þú veist. Já, einmitt. Þannig að þau eru að fá alveg nettan skít. Já. Og eins og ég sagði, ég hef alltaf verið svo mikið ladand og svo með þess að Jim Carrey, hann reyndar, ég gæti ekki verið sammálað Jim Carrey, því að hann sagði að Hollywood væri fullt af hugleysingum og það sem að sló hann mest og það sem fór mest í taugarnar á Jim Carrey er að allir skildu hafa staðu upp og hann að fengi standing ovation þegar hann vann Óskarinn 10 mínútum eftir að hann sló mann upp á sviði. Þá sagði hann að þetta væri ástæðan fyrir að hann væri komið ógeð þessu liði, Jim Carrey, þó hann tilheyrði þeim. Já. Carreyn er alltaf geggjað. Rósald að Jim Carrey lætur þið heyra það sko. Hann vil ekki breyk sko. Hann talaði samt fallega um Will Smith í þessu viðtali, sagði að hann hefur ekkert hótunum, hann hefur gert frábæra hluti og það sem hann þekki af honum er hann bara yndislegur náungi, en þetta er bara viðbjóður og að hafði Carrey lent sjálfur í þessu þá hann ekki kært hann sem sagt fyrir barsmíðarnar, en hann hefði sued him for $200 million af því að hann vildi meina að þetta vídeo eftir að vera á netinu það sem eftir er og ég hefur gríðarlega áhrif á fyrir Chris Rock hvort sem það er gott eða slæmt að þetta var ekki eitthvað sem Chris Rock bað að hann væri bara allt internetið að vera að slá vídeo það sem er verið að slá hann. Já, svo kom Ricky Gervais líka og hann var að koma með yfirlýsingu hvað hann finnst þetta allt saman eitthvað svo glata sko, þú veist hann var að tala um að sko allir sem eru tilnefndir fá einhverja gjafatösku. Já, það var bara fyrir það grín hjá honum, ég sá það á Twitter, það kom bara fyrir Óskarinn sko. Já, en það er samt, þú veist, bara svona, þú veist, þetta er svo galið. Þetta er sko gjafataska sem er upp á bara, ég veit ekki hvað, sko, hvað var það? Það var 12 milljónir eða eitthvað? Nei, meira. $108, 13 milljónir. 18 milljónir eða eitthvað svona, og þú veist, meðal laun í Bandaríkjunum eru, þú veist, 3 ásunni minni eða eitthvað áslaunin og hvað þetta væri bara fárlegt. Já, haldið þetta verði rætt áfram bara, þetta verður út árið.
Já, þú veist, er þetta ræðið eitthvað mikið frekar? Þú opnar einhverja miðla, þá sérðu lögrungin bara með að skóla niður í svona 3 sekundur. Þannig að það er akkurat málið. Svo er í restina, það er okkar maður greið, Bruce Willis, hann er hættur að leika eftir að hafa greinst með málstól. Já, þetta er sorglegt. Já, þetta er alveg hrikalegt maður. Og við sendum honum bara okkar bestu kveður. Hann er 67 ára gamall. Hann fer ekkert kveðið þetta frá okkur. Jú, ég er að gera það bara akkurat koma þeim út. Já. En hann gæti rætt til hans. Ég er að senda það út í kosmóðu allavega. Tímil Bruce Willis, þó hann hefði verið leiðilegur í Cannes. John McClane. Var hann leiðilegur við í Cannes? Nei, hann var ekkert leiðilegur. Hann bara nefndi ekki að fara í viðtal hjá okkur. Og það skein í gegn, hann nefndi ekki að sitja þarna. Ég spurði hann eitthvað hvort að þá var ég að missa hárið. Ég sagði bara, my hair is hárað á mér er að fara, heldur að ég geti samt á orðið góðu leikar eins og þú. Og þá sagði hann bara, ég svar ekki svona bullshiti. Ég bara, ok, ég ætlar að svitna og næsta spurning, hvað ég spyrja. Ég man mér fannst það leiðilega það. Já, mannst að Kevin Smith komið við viðtalið okkur í F95 blöðu einsinni. Hann sagði við okkur að Bruce Willis væri finnst þið gaman að leika? Nei, hann sagði alveg rétt, hann sagði hann væri alveg erfiður. Já, hann sagði mjög erfiður. Hann sagði þetta var hann asshole eða góð, sagði hann finnst þið gaman að leika og bara, og hann skildi ekki okkur Bruce Willis væri að leika því að hann finnst að hundfokki leðilegt. Já, en við erum svo allir harðir í Bruce Willis. Sjálfsett, John fucking McClane. Og frábæra bíómyndir. Já, þetta var svona slúðurpakki dagsins, drengir. Er þið ekki nokkuð sáttir með það? Jú, þetta var bara fínt. Já, Bruce Willis, Chris Rock og Will Smith. Það er ekki betra, við skuldum auglýsingar fyrir löngu síðan og ætlum að fara í þær. Hlátur milli 4 og 6 alla föstudaga. FM 95 Blö. Það held ég þegar að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Við þakkum ykkur kærlega fyrir það og ætlum að velja ykkur með rosalegum dagskrálið sem heitir Þekki eða ekki. Já, það er svo er Klefi og eftir Sigurjón Kjartason, hann er rétt á komin. Steindi, þú ert með splunkunni en dagskrálið og fleira. Já. Þannig að það er nóg að vera en ég held við ættum að fara bara í þann virtasta. Já, kannski ekki virtasta, það eru sturglað staðreyndir. Þekkið ekki. Hér kemur það er virtast við strax sko. Það er rosalega. Það er að setja lægið okkar hérna undir. Það lítur mjög stórt á liðina sína. Sko, þá er spurningin hvor ykkar vill fara á undan út. Það er alltaf gott við Steinþór að hann elskar að fara út og veipa eins og slaka á. Já, ég er til í það. Þú veist að Steindi, hann veipar á göngunum þó mig ekki. Og það? Ég sé þið gera það. Ég meina hver á rekan. He's a rockstar hérna. Þetta er gufast. Allir yfirmenn er að hlusta núna sko. Þau eru ekki að vera rekan. Það fara okkur slaka hérna. Kannski byggja hann að hætta þið. Það var nútan að við skulum hætta að bagtala okkar besta mann. Hvernig, Egill, ertu ekki góður? Jú, bara ekki verið betri held ég. Eins og nýr. Já, það er gott að heyra. Ég ætla að henda á þig þessum 4 spurningum. Þú tapaði síðast, þannig að þú þarfst eiginlega að rífa þau upp. Já. Því að þú varst búin að vera sjóðandi heitur eftir að byrja að taka þessu alvarlega og hættir að reyna að vera eitthvað trúður hérna. Sko, ég stressast upp fyrir hérna lið sko því að ég skeit til að byrja með, reyð mig í gang og mér líður sér sem hann að skýta aftur eitthvað. Nei, ekki gera það, ekki hugsa þannig. Ertu tilbúin? Já. Þá er fyrsta spurning, sko ég hef spurt ykkur upp á líkamspart og svona og fór að hugsa en þessi er öðru í það, því þetta er ekkert endilega líkamstengt, þetta má vera hvað sem er. Já. Hvað er mest sexy við þig? Við mig? Hvað finnst þér? Sjálfum, og þá eins og ég segi, þetta má vera hvað sem er. Þetta var bara, þú vilt segja lyktin af þér eða þú vilt segja Þú vilt ekki hafa þetta physically eða þú veist þetta er leiðilegt að hafa þetta. Þetta þarf ekki endilega að vera physical. Alls ekki, þannig að þú mátt segja rauninu hvað sem er, hvort sem að ef þú vilt að þitt sé physical og þá er ég ekki að fara að stoppa það. Skemmtilegra sko, það er skemmtilegra ég og Svar og Steinþór á eftir og þú veist, og skemmtilegra að ræða þú veist, líkamlega partinn sko. Því miður það bara segir mig þú ekki spurningarnir innan. Þannig að svara það bara. Þannig að hvað er já sko, hvað finnst þér eða hvað heldur það sé svona hjá þér? Hefur konaði kannski sagt þér það? Já, það er margir sagt að einn sem er þykkt sexy hár. Það er margótt komið fram. Það hefur bara aldrei komið fram. Það var ekki þegar ég er í kringu þig. Það er svona poppar upp sko. Það er að segja það. Þá sétt með þykkt sexy hár. Hefur einhvern tíma Já, ég spáði að hafa það bara loka svartak. Hefur einhvern minnst á það við? Já, fólk segir þetta bara og þurru. Ég þurfa að sverja að það hefur aldrei neitt sagt það við þig. Bara alveg pottitt, ekki?
Gangi Steinþóri vel að giska á það. Já, þú mátt ekki hugsa það þannig. Nei, bara, þetta er bara svarið mitt. Hvað ætlar hann að gera? Þykkt sexy hár. Það er kynnt okkar fyrst að við. Ok, þessi er ákveðan. Ég man eitthvað til við vorum að ræða þetta í kortmyndur frekar. Þannig að hérna fáum við bara skýrt svar frá okkur báðum. Ef þú yrðir að flytja út á land, hvert færir þú? Sko, þú mátt ekki segja, ég er ekki að tala um Mós og Hafnarfjörð. Nei, ég er svona velta fyrir mig hversu langt köllum út á land. Það er ekki að tala um Selfoss, Skagan, Borgarnes. Já, það má. 40 mínúta keisla. Ok, yes. Segjum það. Það fyrsta sem ég hugsaði að það er út á land og hugsaði ég, Söðakrókur. Ég hugsaði Akureyri. Það er mjög easy svar, bóta því að það er alltaf. Þú veist, high quality restaurants og hellinga gimmum og svo Akureyri okkar bær hefur alltaf verið. Stóri getur reddað öllu. Alltaf på 10. Já, það er alltaf på 10 Akureyri. En ef ég má fara hérna eitthvað aðeins rétt fyrir höfuðborgarsvæðið, þá væri ég er mjög hrifinn af Sunny Kef. Ég elskar Sunny Kef. Og ég má tala um mína félaga sem að fluttangar og Man Swesthard, hann er mjög ánæður. Já, þú veist, Reykjanesbæ. Gylfi fórseti félaginu, hún líður mjög vel aðna. Hann það poppar upp og svo Selfoss ég er helviti hrifinn af þessu miðbæ þar. Gott að ráfa í sólinni. Ráfar Sigurðan er einmitt að koma hérna eftir og hann býr á Selfossi. Já, þú veist, ráfa þar á Selfossi, ná sér a couple of beers. Þú veist, Í líklega myndi ég segja Selfoss, en ef þú var að tala svona lengri burtu, það hefði verið Ak, Ok, en ég ætla að hafa þetta bara svona, að má vera nálægt. Thank you. Ok, þannig að það er Selfoss. Yes. Það er Selfoss maður. Já, hérna ég geti fyllt hvíta á þessu næstu helgi bara til þetta svar, Þá er næsta spurning, hvað er versta moment sem að, ég spurði hvað er besta moment sem þú átt með komið öðrum. Nú ætla ég að spyrja hvað er versta moment sem þú átt með Steinda? Það er ekkert moment sem poppar upp í hausinn á mér þegar þú segir versta moment. Þú veist, þegar við hittum félagarnir, það er þetta yfir bara, þú veist, það er ekkert vesen. Við erum bara eitthvað, þú veist, undirbúið þáttinn og svo fáum við okkur couple of beers og bara stemming. Já, það er ekkert mikið, veist, það er ekki mikið drama hérna, Þannig að ég hugsa svona versta momentið. Ég árum bara frábær moment með Steinþóri, en ég er svona, en ef ég þarf að velja eitthvað, Þið leiðir nú ekkert allt og vel þú að taka BC þáttinn. Nei, það var kannski ekkert versta moment Steinþór, það var ekki tengt honum. Það var tengt í að þetta var mánudag eftir þjóðhátíð, það var mánudag eftir AC, Ég held sem þetta er meira svona sama safna 200 momentum þar sem hann er 30-60 mínútur of sein. Og öll þessi skipti sem hann er of sein í 30-60 mínútur, þú veist, sem gerðist bara síðast nú bara í vikunni, tvisvar á sama degi, twice at the same day. Það er svona, þá fór ég að hugsa, þú ert líka bara með gott geð og þau geggið mikið saman að þú höndlir þetta. Ég reyndar, ég gafst upp daginn. Það var svo fyndið, ég get sagt hlustundum að því hann er ekki hérna. Og daginn áður fórum til AC, þá vorum við að skemmta saman hérna í Hafnarfirði. 1500 manns og úlinga, allt bara crazy. Við áttum að fara á svið klokkan 9, til að hittast 20 mínútur 9 til að fara yfir prógrammi. Bara svona að því að við áttum að ná 20 mínútum og þetta er aldurinn 10., 9., 8. bekkur, þannig við ætlum svona að fara yfir okkur hvaða lög þekkjaðu, hvað væri best að gera og aðeins undirbúa okkur. Hann kom klokkan 10 minútur yfir og þá voru allir búin að vera að spurja mig endalaust bara, hvað er Steinþór? Þegar ég var komin á svið, ég bara, já, ég veit ég ringi hann bara og þannig ég var að fá allan skítinn það sauð svo á mér og svo fóru á svið, það var geggjað, ógeðslega gaman svo bara ætlaði hann inn í klefa eftir og hann búnir ég sagði bara, herðu, beðlis ykkur, hann bara auðvitað ætlar ekki inn ég svaraði hann ekki eins og sinni, labbaði bara út fór inn í bíl og stuttu setna fæ ég þetta svona message frá honum, bara messenger jæja, nú er törnin búin í bíli styttist í AC og svona koktilar og sólglir og eitthvað og ég sínaði það og svaraði hann ekki nefndi ekki að svara hann, ég nefndi ekki að fara að rífast við hann vorum að fara til AC daginn eftir ég er bara svona, ég nefndi ekki að svara ég nefndi ekki að fara að frasa í honum og eitthvað þannig að svo beigði ég svona 7 mínútur þá allt í hennu, plups, poppaði F9 blöglögin, byrjaði hann að spjalla þar til að reyna að tengja mig inn í spjall við þig og hann, ég veist nákvæmlega hvað var að gera ég skil blöður hana því að hérna þú hittar hann tölvöld oftar á okkur X tíma, okkur X stað þetta fáu skipt sem ég þarf að gera þá var ég basically temporarily insane þetta er óþálandi þannig að kannski ekki eitthvað moment öll skiptum sem hann sett takk síðasta og nú spyr ég held ég veit þetta hvað eru augun í Steindór litin? Hann er náttúrulega hann er ekki tall, hann er svona dark and handsome með svona dökkt yfirskegg hann hlýtur að vera með svona hann er ekki með eitthvað ljósblá augu hann er með brún
Brún augu. Já. Ok. Ég hef ekki hugmyndum, þetta er educated guess. Nei, ég er svo vitlaus maður, ég er náttúrulega að spyrja þig. Hvernig er augunni þér á litin? Yes. Sko, ég þarf alveg að tjekka á þið, sko. Hvað veistu það ekki sjálfur? Ég held að segja svona Hvað það skoðaði Símon? blá, svona, já, Blá. ekki ljósblá en svona, þú veist, blá. Blá augu. Ljósar blá augu, bara svo en asshole. Já, herru, en það Og ég fara- en asshole, drullaði fram. Og fáðu Steinda hérna inn. Já, Steindi tilbúin hérna við brendarann, kemur röltandi In motherfucker. eins og kóngurinn sem hann er. Vertu velkomin, Steinþór. Takk fyrir. Veipaður frammi? Nei, Nei. ég hef lungu hættur að veipa. Ég ætla að svona setja af stað einhvern hóp hérna innan fyrirtækisins að stoppa þessar veipreikingar hérna hefur á göngunum. Já, ok, skrítið, hvað er veip? Ég veip ekki. Þetta má nefnilega ekki. Það er maður. Herðu, ertu tilbúin? Já, Það gekk ágætlega magli, hann var hreinskilinn. já. Og það er engin svona eitthvað óþægileg sko. Ég held að það sé bara nokkuð kósi. Það var ég. Fyrsta er, sko, ég spurt ykkur upp á líkamspart og svona, þetta er ekkert endilega tengt því. Þetta má vera hvað sem er. Hvað er mest sexy við þig? Hvað heldur að fólki finnist og hvað finnst þér eða bara þú ræður? Ég, sko Mottan er að koma sterkinn. Já, er það ekki bara kona henni eða heldur að finnst öllu það? Ég held. Finnst þér það, sjálfur? Mottan? Já, finnst hún sexy? Já, mér finnst hún alveg góð. Hún er alveg flott sko, ég er ekki að draga einhver úr því. Nei, ég er bara, þú veist, ég stundum er í mott og stundum er ég bara ekki, að þú veist, það fer til bara stemningu. Já, þú varst ekkert að lýsa því. Ég veit það alveg, stundum erstu með mottu og stundum ekki sko. Hún er að koma feskinn. Já, allar að segja mottan. Já, sko, eina sem, nei, sko, ég held að sé bara ég. Það er mest sexy við að þú ert bara þú. Já, ég held að það sé ekki hægt að fara að benda núna á einhverja líkamsparta á mér. Nei, Það er svona útlitslega, þú verður samt að gefa mér einhvað. Það er ekki, ég get ekki tekið svarið bara, ég er Nei. bara það sem ég er. Ég skil þig, ég er bara hérna ég er hérna, hvernig orðaði ég þetta? Ég er glaður. Glaður, Ég er það svona er mest sexy við. Þú ert þetta, já, þú ert basically að tala um bara á sett skemmtilegur og það sé sexy. Já, ég hef sjálfstraust. Sjálfstraust. Já, Ok, ég er bara eins og ég er já, og þannig er það. finnst það bara mjög sexy. Fínt svar, þá er það næsta. Já. Ef þú yrðir að flytja út á land, Já, hvert færirðu? Og þetta þarf að vera allavega 30-40 mínúta keisla. sko, Seyðisfjörður er rosalega fallegur bær. Við ætlar að falla alveg þanga. Það er samt svolítið langt. Já, Svo fór ég strax að hugsa Selfoss, geggjaða bær. geggjaða bær, Akureyri, Geggjaða bær. ætla að segja Akureyri. Akureyri, Já. þú værið þanga. Já, ég veit fara. Ok, þá er það næsta, hvað er versta moment sem þú er átt með Agli? Versta moment. Hvað er besta hérna fyrir ekkert svo lengur síðan? Nei. Hvað er svona versta momenti? Já, nú ekkert eitthvað vont moment með Agli svona, þegar ég fyrir að hugsa. Það gæti verið bara hvað hann var að spila leiðileg lög, til dæmis í limmunni í AC. Já, en er það versta momenti eitt með hann? Já, eiginlega. Já, Hann spilaði náttúrulega teknotónlist stanslust í 4 klukktíma. Það var erfitt. Lögin í limmunni. Já, svona, já, þú veist, hann já, ég held það. Sérstaklega hann var að spila þetta á leiðinni heimar. Já, það var hrikalegt. Svo er það síðasta. Hvernig er augunni þér á litin? Þau eru ég er móeigur. Móeigur? Já. Sem þýðir hvað? Já, sem sagt, ég er með brún augu. Brún? Og ég er líka með græn augu. Þú ert ekki að flækja það? Nei, ég er ekki samt, ég held ég sé ekki brún augur. Hvað er það að skoða í Símon? Já, ég er að skoða þetta. Ég er sko, ef ég er út í sól, þá er ég með græn augu. Já, en núna? Núna er ég með örgulega svona ljósbrún augu. Eða ég veit ekki, þú sér augunni mér. Já, þau eru bara brún. Já, ég held ég sé móeigur. Nei, ég skrifa brún. Það er að þenglu að vera móeigur. Já, en ég ætla að skrifa brún. Ha? Því augunni þér eru brún. Ég veit að hittir alveg á töff svar. Nei, það er, ég er ekki með, sko, sögðu, ég var að googla móeigur, ég er með svona augu. Hvað, nei, þetta er ekki augunni í þér sko. Tjekka þér. Já, ef ég setja þér hliðin á. Já, ég myndi bara að segja út með brún augu. Brún augu eru svona. Ég er ekki með brún augu. Já, ok, ég gefur að Systir mín er með brún augu. rétt fyrir móaugur og brún. Er það ok? Já, ok, endilega gefa honum fleiri option að hitta á þetta. Herðu, það Ég loka Það spurning. hefur aldrei neitt heyrt um móaugur.
Það hefur enginn heyrt móði. Þá var fólk með bláu, brúnu og svörtu móði. Það svona aðalega. Herru, hann komin að við skulum hætta að ræða þetta. Sest hann hér í sætið. Steytist í Sigurjón Kjartarsson. Hann á leiðinni. Eru tilbúnir, drengir? Já, ég þarf að setja hérna upp stigatöflu. Egill og Steindi. Það væri gaman að vita hvernig heildarstaðan væri. Já, ég held reyndar að þú sért yfir í heildina. Já, 100% En Egill fór að koma rosa sterkur inn, sant? Já, bara í tímaböndi, sín ég búið drulla síðan. Fyrsta spurning var, ég ætla að spyrja þig, Steindi, hvað finnst Agli mest sexy við sig? Ég ætla að giska á að Egill hafi hendi 3 á þann. Nei, það heldin áldi, sko. Já, helviti ofalega hjá mér. Það axlirna, sko. En samt sagðan hvað hann með þykkt sexy hár. Já. Það var svarið hans. Það var hárið á hann. Já, hún vist hárið á hans. Men fólk talar um það. Þú götu. Ég er ekki meira að kenna, sko. Nei, ekki sála sagt það. Ég nefndi ekki að segja að tala um, veist, fuck it. Þrjú höfum axlirnir að þér. Já, og líka, þú veist, eitthvað um hana, þú veist, innri fegur, sko. Já. Nettið ekki, sko. Nei. Enda hún ekki til hér, sko. Svo ég spurði Steinda sögum spurningu. Hvað mest sexy við Egill? Hvað sagði Steindi? Hvað sagði hann? Já. Hvað finnst Steinda mest sexy við sjálf og sig? Sko, mér finnst skemmtilega spurning er physically. Því að þú veist, þetta geti ég bara sagt, þú veist, við Steinda, þú veist, hann er fyndinn og það er sexy. Því að þú lest okkur viðtöl við konur og það spyrir hvað finnst þér sexy og það fyndinn er, þú veist, eiginlega nummer 1 og 2 í öllum, sko. Já, það er gott. Þú veist, þannig að fyndninga er þeir vera lucky. Ok. En við erum ekki að ræða það. Þannig að þá fyrir ég að hugsa physically. Og þá eru 2 hlutir sem koma til greina. Ég getur ekki unnið með fleiri en 2 hlutir því miður. Takk fyrir það. En penisinn er yfirvaraskeggi. Og málið er sko, þetta yfirvaraskegg er eitthvað flott að það sé ég séð. Ég hef aldrei séð svona yfirvaraskegg. Þannig að sko, ég held að það sé the winner hana. Sko, hann myndist á yfirvaraskeggi en breytti því svo í sjálfströst. Ói bara, sjálfströst. Ég fór í andlegu leiðina. Já, ok. Sem ég reynda að breysta. Þetta er satt á hálflega svona, þetta er 0,3 punktar og... Já, sko, hann sagði fyrst með þess að bara hann er eins og hann er. Þannig basically að það var það sama og þú varst að segja. Maður er fyndin bara og... Já, þú veist. Já, ég get ekki gefið þetta. Þetta er leiðilegri spurning þannig, sko. Já. Með flott stig yfir skegg sér. Já, takk. Það var snirtað bara daginn, sko. Engi komið stig. Ef þú yrðir að flytja út á land, hvert myndur þú flytja, spurði ég Steinda. Egill, hvað sagði Steindi? Sko, málið er þessi Steinþór þarf og heldur sé mjög sáttur og alltaf, þú veist hann er bara, góðan sæstreng. Já, veist, ég ignorum aðeins hvernig hús hann býr og svona, bara gleymum því aðeins. Sko, ég held að þurfi mikið úrval og óhollum skyndibittastöðum. Það þarf að vera mikið bara úrval af óhollum mat. Þú lir ekki holla mat, þú hefur sagt það hérna. Já, ég bara, finnst ég oft bara, mér verður svo kallt eftir hann og fæ oft bara svona smá vellu. Já, góða góða nettengingu og það er allstað, sko. Þannig að sem poppar upp hjá mér, sko, það poppar upp hjá mér Akureyri, Selfoss, Keflavík, þessi 3 staðir. Því að sko, það er KC að Keflavík og stutt út á flugu og svona, sem er þægilegt sem þú, sko, þannig að mjög hægur, sko. Selfoss er líka mjög mikið úrvalega óhollum mat og Akureyri þetta líka, sko. Þetta er líklega, ég er líklega með rétt eitthvað sem 3 stöðum. Ekki sagt, þetta er einn af þessu 3. Er það ekki? Jó, sko. Eru þú farið að gefa vísbendingar? Nei, ég má nefnilega ekki að tefja þetta eitthvað. Sko, ok, ég held að maður ekki velja Selfoss. Ég held að þetta er auðvitað Kef eða AK hjá helvítis stonefucker. Hvort erstu með AK eða Kef, mother Kef, og þú kási Akureyri. Nei! Það er ekki kási og Akureyri, hvað þarf að gera? Hvað þarf að geta? Það að svelta? Bara eitthvað annað. Ég spurði Egil að sömu spurningu. Já. Hvað sagði Egil? Hvert myndi hann flytja? Hann myndi fara til Selfoss. Það er rétt. Já. Hann talar vel Selfoss og sem við gerum allir. Hann er ekki svo að velta steinu og hann bara hendur svo fram. Ég er náttúrulega svo eini hérna sem hef búið á Selfossi, sko. Það kemur ekkert óvart ef Egil myndi kaupa sér íbúðan í miðbænum í Selfossi. Ég elska Selfoss. Næsta spurning, Steindi, ég spurði Egil hvað er versta moment sem hann er átt með þér? Hvað heldur hann að sagt? Versta moment sem hann átt með mér? Við komum nú inn á það, þetta er náttúrulega mikið, þetta er náttúrulega bara gaman hjá okkur þegar við hittumst. Já, ætla að segja ekki bara versta moment.
Ég er bara að passa það Það er máli, þetta er trálur þessi Já, Það er að giska eitthvað Já, ég þarf að giska á eitthvað Ég myndi Þú ert komin á tíma, við skuldum auðlýsingar sko Já, ok, þá skal ég giska bara núna Ég myndi giska að væri Hvað ég er sett Ég verð ekki að rétta þetta, öll skiptin sem hún seit Það var ekki eitthvað eitt moment Það var ekki eitt moment sem ég get tala um þetta var hræðilegt moment Gati þetta? Já Ég sagði þetta væri bara Eftir stig Þetta er bara eiginlega rétt svar sko Já, ég verð ekki að rétta þetta 2-0 Hann er að reykja mig í dag Hvað er versta momentið sem að Steindur átt með þér Egill? Sko ég heldum að ég hugsa það sama sko Ég veist það er ekkert mörg slæm momentana En ég er ekki seitt Ég er með impeccable timing sko Ég heldur sko ég hugsa upp átt Það sem gæti mögulega nefnt Það gæti verið í snera niður í liftunana í New York fyrir 10 árum síðan Það hefur setið í honum síðan Þú tókst Will Smith á mig þar Það var mögulega Gast mér ykkur 8 lögur Eða momentið þegar ég spottaði hreindýrið á vegnum Þegar hann sá að ég sá hreindýrið Það var hræðilegt moment Ég sá það alveg hann bara fokk sá hann hreindýrið Ég fóði tögum það Ég er ekki með hreindýr Eða því ég sparka honum á grillinu og hann svona rúllaði eftir pallin heima hjá sér og grillaði alltaf pulsunar í partíuna heima hjá honum og niðurlega hann sko, það er ekkert sem er meira manly en maður og grillið hann sparka í honum bara að því og bara ég tengi kallmennsku og að grilla ekki neitt saman Ekki heldur En það vartur slagast að grilla þessi ég sé sko Ég veit að sé svona sko Ég er bara, kona mig grillar oft og ég grilla stundum og við grillum bara til skiptis Er ég heitur hann að? Nei, út ískald Þetta var, þú varst að setja lögin á í limmunni í AC Var það ekki gaman? Grill ekki Nei, mér málega Ég held að það er stemning Það var ekki, það fór ekki Já, tómur Steindi, nei, Egill, hvernig eru augun í Steind á litin? Þau eru fallega brún Brún, já, myndur þú að tala um svona brún mógeið Já, nákvæmlega sé að meina Það er rétt Steindi, hvernig eru augun í Agli á litin? Þau eru blá Það er rétt Steindi fekk 3 stig sem er metið Pakkaði mig saman í dag 3-1 Ég átti ekki breyk í það sko Þó ég hefði náð Akureyri þá er samt verið pakkað saman Já, það verið 3-2 Það er samt verið svona meira spenna Við skuldum auglýsingar fyrir löngu Þetta var þekki eða ekki FM 95 blöð á FM 957 Þetta er þeirra hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og já, við drengirnir eru komnið með rándýran gestinga í stúdíóið einn af okkar uppáhald Sigurjón Kjartansson, verstu velkominn Þetta er lifandi góðsögn, myndi ég að segja, drengir Það er rosalega saman á því Ekki aðeins að slaka á Ekki verið að gera Þú gerir á vandræðilega, réttið spjallir Ekki láta hún að líða óhæðilega Þetta lífandi góðsögn konsept er að vera dálítið þitt Er það? Já Þetta fá of mikið Það er dálítið að þetta legend Já, legend er orðið aðeins og algjört Er fólk að rópa þetta eftir þér? Mjög mikið sko En sko þetta, ég náttúrulega hlusta á tvíhöða bara hverjum einasta mótni í vört og kom ekki afir hand ykkur og fleira á sínum tíma man eftir því það var voða indast Var hann skrítið? Var hann eitthvað þessu skrítið sem kom alltaf mikið afir og hann var bara óskup næs og sættur sko Spes bara svolítið Var hann hugguleg? Þetta var hugguleg dreng hann var huggulegastur af þessum sem voru að koma myndi ég segja sko Þú ætlaði að koma í síðustu viku en fegst COVID Já En varst nú að segja hérna rétt ára við komst inn í stúdíu eða það væri orðið svo ómerkilegt að þyrst ekki að ræða það lengur Nei, ég finnst eiginlega miklu meira að þið ættu að fá þá einhvern hérna til viðtal sem hefur ekki fengið COVID Það væri merkilega Þú hefur fengið að tvisvar þig ekki samt Ég er búin að fá þetta tvisvar Við erum ekki drosa margir mörg Nei Já, þú veist, ég sagði þetta allan tíman Já, ok, hver eru líkunar á maður að fá þetta aftur Svo fekk ég þetta Og þá, þegar það var sko Þegar ég held að ég myndi ekki fá þetta aftur Þá var talað bara 2% sko Já, ok Núna hefur þetta vist eitthvað hækka upp í 10 eða eitthvað sko Já Varst eitthvað veikur? Nei, ég var bara svona slappur Við höfum öll eftir að fá COVID bara næstu 10 ári og sko, við skulum ekki gleyma því að þetta er nú bara svona söguleg staðreind 1883 varð í heiminum gríðalegur kórónuveiru faraldur sem að bara skók allan heiminn Þessi kórónuveiru faraldur var bara þarna í 2 ár og allt brjálað með og það er allir að deyja hérna En þessi kórónuveiru faraldur er ennþá í gangi og heitir kvef
í dag. Við skulum ekki gleyma því. Nei, nákvæmlega. Gott að minna svo þegar kemur eitthvað nýtt afbrigði og paniki fyrir aftur upp og allir að töði yfir því og... Já. Takk. En bara fyrsta spurning sem ég langar að spyrja þig, Sigurjón. Af hverju nennur ekki að leika lengur sjálfur? Sko komið leiðast, viltu bara vera á bakvið? Ég hef nú ekkert, ég var nú ekkert duglegur leikari sko. Nei. Og hef aldrei litið á mig sem leikara. Nei. Og þannig að það er ekki nema einstaka tilvikum ef einhver svona hress hringir í mig ég hef til dæmis séð hennan hann Steinda, hann er búin að hringi í mig svona 10 sinnum Já, þú sagðir alltaf nei. ég var svo leiðilegur við það til ég léti leiðast í eitt skipti og þú varst geggjaður. Já, takk fyrir það. Þú varst alveg geggjaður því sko. Það var, Pítur, hvað hétt það? Það var Reitskjöldur. Reitskjöldur, ég borðaði rækjusónu en sko annars bara ég svona frekar tregur í taumi. Já, því ég spurði Jón Gnarr úti í þetta, hann var gestur hjá okkur, hann var gestastjórnandi þegar Egill var úti. Hann sagði þú nefndir þess ekkert lengur. Ég bara hef aldrei nefnt þessu. Þú hefur aldrei, nei. Og ég bara hafa það alveg á hreinu. Það er gaman að skrifa og leikstýra. Já, skrifa og horfa. Það er bara hluti af þessu eða standi í klippinu eða einhverju svona sem að hefur að gera með bæði þetta fyrsta sem þú gerir og það síðasta. Ekkert þar á milli bara. Já, en ég meina ég daldi hef verið í tökum þegar eins og í ófærið og köllu og svoleiðis en þá er ég svona bara meira bakvið og það finnst mér skemmtilegra heldur en þetta vera að leika sko. Ef það kemur eitthvað rosalegt handrið til þín, myndirðu skoða? Ég er alveg opinn sko. Ég leik síðast í bíómynd sem heit Fúsi með Gunnar Jónssoni. Báður geggjaðir í því. Það var skemmtilegt. Frábær mynd. Mjög góð mynd sko. Gaman að gera hana með honum Degi Kára. Og svo reynda síðasta leik projekt mitt var að ég leik í bandarískri skeruauglýsingu. Já, ég hefði það því. Gríðarlega vel á skemmtilegt tekið upp í Búlgaríu. Hvernig datt það inn? Þetta bara þetta bara svona hluti dett inn, bara haft samband og svo bara allt í einu maður komið til Búlgaríu. Og var þetta eitthvað svona luxus, bara sérúta og það var bara það var tekið á móti manni bara í einhverju sérstöku VIP lounge á flugvellinum sko. Og ég get sagt ykkur það að þegar við vorum að fara, þetta er náttúrulega það er smá COVID-ana og svona en það var VIP lounge þarna í Sofíu flugvellinum heldur á næsta þú veist, ég er þarna eitthvað og svona í einum sófanum að fá mér cappuccino eða eitthvað og heyrðu bara í næsta sófasetti situr engin önnur en Monica Bellucci hinn fræga ítalska leikona og hún var þannig að taka upp í nákvæmlega sama kvikmyndaveri og ég var að taka upp þessa skýrulsing og það var ekki bara hún, það var líka Liam Neeson. Náður eitthvað að hilsa upp á það fólk og... Nei Þú ert ekki svona alveg vera, ég er ekki í þessu eitthvað Ötti hefði bilast að það ég veit það Ég er svo ekki plebbi, ég hefði sagt bara Liam Neeson, huge fan Hann sá Gordon Ramsay, stjörnukokkin nýri í miðbæ og alveg tjúllaðist og líka hann aðslaka ég spurði Ramsay ekki að hefða fótó og líka hann Randy úr talendinu Randy Jackson Ég bara reyndar ekki mynd með honum, ég sagði bara Randy, huge fan Getur hver sem Sigur, hún heyrti þið bara verði ég með hugmynda bíómynd getur fengið til þess að hjálpa mér að skrifa handrit eða þú veist, getur hver sem rætt að við getur hver sem alveg sagt þetta við mig það er málfrelsi Það er opið fyrir að taka kannski ekki fyrir hvern sem ég veit ekki ég er alltaf opið fyrir öllu sko. Þannig séð, ég er alltaf til viðræðum hluti og svo er þetta bara spurning hvort er 1 kaffibóll eða 2 kannski svolítið hæpið fólk annarkur maður fyrir að senda á einhverja hugmyndir og stökka allt sko. Áður við tölum tónleikana sem eru framöndan hvað er þetta brasa þess að dana? Erstu í einhverju verkefnum? Já, ég er í verkefnum Þú ert á Selfossi? Ég er á Selfossi, ég flutt á Selfoss fyrir ári síðan Hvernig fylgur það?
Það er bara dásamlega. Það er geggjaður staður. Við fýlum þann bæ. Geggjaður staður. Selfoss í sókn núna sko. Já, Og líka miðbærinn og svo huggulegur hann að hafa þeim. Já, þetta er bara vílík sókn þarna. Ég segi það, þetta er í sjálfu sér ekkert mikið öðruvísi heldur en að búa í svona útkverfi í Reykjavík, nema hvað þetta er miklu meira sko complete bær þetta er Það er allt til alls. Það er allt til alls hana með mjög fallega miðbæ meðal annars og flesta þjónustu þannig að þú bara áður og veist það þá ertu bara hættur að fara til Reykjavíkur sko. Og líka auðvitað til Reykjavíkur þetta er 30 minna bíldur ekki segja þetta hausverkur að það er engin hausverkur maður fer það svona til spari þú veist þegar það þarf að fara í IKEA þeir eru ekki konum í IKEA þannig þá sko. Og þú ert ánægður með Selfoss? Ég er bara mjög ánægður sko. Gæti ekki verið glaðari sko. Já líka miðbærinn ég kíkti hana síðan sem þetta ekkert eðlilega hugulegt sko, hvernig að læna þessu upp og síðan er þetta bara að stækka og mathöllin geggju þarna Þetta er flottu bæ. Við peppum Selfoss. Ég er bara Selfoss all the way sko. En ein forvitin spurning þegar þú finnst þið gaman að skrifa á svona það er svona skemmtilegt sem gerir hvað myndu segja að vera svona hvað er að leiðilegt sem þú eru unni við svona þú rifjar upp allir eitthvað leiðilega vinnur eitthvað sem svona stendur Ert þú kannski að fara að tala það þegar ég var flokkstjóri í unningjörunni í Kópavogi sko, ég veit ekki nefn, kannski var það leiðilega svo unni við, kannski var það skemmtilegt, ég veit það ekki bara svona ég myndur það rifjast hér upp að Egill þessi hann var sem sé unglingur var svona seinþroska unglingur að því veistist og hann var sem sagt í flokknum mínum þegar ég var flokkstjóri í unglingauninni í Kópavogi og það var kjaftur á hann og þó hann var ekki komin í mútur og en síðan svona sér maður, það er eins og hann hafi þegar hann óks úr grasi og fekk loksins mútur, þá er eitthvað svona revenge þegar það komið ég skal hefna mín á þessu öllu saman ég er ekki lengur litli tittur ég eitthvað neginn Rétt sem þú segir, ég tek þetta bara Er það ekki? Jú, bara svona einföld rassvasa sálfræði En ég var að hugsa það, ég hugsaði Sigur þetta vantalega var þetta drefleguleg tími fyrir hans Ég var samt að hugsa, samt úti vera átt að labbandi Þú eitthvað dreflegulega krakka samt þetta bara eitthvað labbandum Þetta var alveg ljómandi fínt Þetta var bara mjög gaman Ég var flokkstjóri líka En þið Jón þið hafið unnið saman hvar kynnist þið? Við kynnumst á Kópavogshæli Á Kópavogshæli Við kynnumst reynda svona aðeins gegnum sem sagt sameiginlegan minn og það vildi svo til að Jón var að vinna á hælinu ég var ennþá í menntaskóla en svo ákvaði ég að hætta í þessum menntaskóla og byrja að vinna á hælinu þá tók hann mér opnum örmum Jón saman hann á hælinu og föttuðu bara strax að hann væri eitthvað Já, við kliktum mjög fljótt sko. Já það var byrjað að grína leið og voruð ekki líka, tengduðu ekki mikið við bara báðir í punki og rocki Jú, og mikið sko það var sagt að við værum, þú veist menn töluðu að við þyrftum að hittast að þegar við vorum báðir svo sick Þetta geggjulín Þú verður að hitta Jón þeir eru báðir svo sick að hittast Hvernig áður við förum líka í tónleikana sem ég ætla að ræða við hvernig er að vinna með Jóni? Það er alveg dásamlegt að vinna með Jóni og það er bara náttúrulega því að auðvitað eru við búinir að vera mjög lengi að vinna saman sko og við erum kominir í ákveðin rytma sem er afar skilvirkur að við þurfum í rauninni ekki annað en að setjast kannski í hálftíma og þá er komin einhver snild sko það þarf ekkert meira Nei, það er í rauninni ekkert meira Það leiði þessu í gamla daga þegar voru því að þú stundum að mögulega þreyttur á honum en samt svona heilt yfir gengið vel Já, þá var ég náttúrulega bara að taka ákveðin þroska út sko sjálfur og hann líka og þá náttúrulega ég meina hann er eins og hann er og það þarf að hafa smá svona framkvæmdastjóra á honum og hérna það kom stundum í minn hlut að svona aðeins að
að beina hlutunum á réttan veg. En eins og þetta er spurning sem við lengi langar til að spurja þig bara off-air, en fínt að gera það bara með hlustendum, að eins og í smásálunum þetta, þannig að hringin. Já. Ert að hlusta, eða finnst þér þetta bara núna þægilegt, nú getur þú bara kúplað eins út og ert bara með eitthvað, eða ert að hlusta? Nei, ég verð að hlusta það er það sem að þú veist, ég segi það ekki, það hefur komið alveg fyrir að ég aðeins fyrir að kíkja á símann og það hefur reyndar komið fyrir að ég hef dottað þegar þetta er komið upp í 25 mínútur sko, og ég er eitthvað bara illa sofin en þá er það reyndar ógeðslega næs en sko nei, en það er mjög mikilvægt fyrir í mínu hlutverki í smásálinni að hlusta vel og passa sig að stíga ekki á einhver meistarastykki sko. Nei, virkilega. Og þetta er í rauninni að því að þetta er mjög viðkvæmisleg sko kemistri sem að þarna þarf að virka sko. Já. En hvernig vera alltaf svona hæfilega hissa. Já. Hvað? Já. Ég heyri bara Jón núna hérna. Hvernig vera tónleikarnir? Er þetta skemmtun? Já, sko, þetta er svona við höfum gert þetta nokkur sinnum. Já. Þarna í Háskólabíó og þá er þetta svona þetta er svona skemmtiprógram sko. Já. Og í rauninni ekkert frábrugði því að við sitjum tveir við mikrofón og erum að gera þátt sko. En þetta er skrautlegri þáttur þetta er sannlega það eru uppákomur, það eru leiknir leikþættir, það eru leinigestir og svo eru sungnir söngvar sko á ýmsan hátt, við erum með kóra og svona alls konar flugeldasýningar. Ég kom og sá okkur í Háskólabíó. Já, ég líka, ég tók fyrir ég hafði ógeðslega gaman að þessu. Það var frábært, og tónleikarnir eru þeir eru núna annan í páskum. Já. Við ákvæmum að við vorum með jólaþema síðast og núna er páskaþema og ég vil bara taka það alveg sérstaklega fram, þetta er ekki mikið gert að halda páskaskemmtanir og ég get lofa því að þarna verða sungin meðal annars páskalög. Því að þið hafið náttúrulega heyrt öll jólalögin sko. Hefur maður heyrt eitthvað páskalag? Hefur maður einhvern tíðan heyrt páskalag? Ég man ekki því. Nei, það er alltaf og ég skal lofa því að það verður ekki bara eitt, heldur fleiri. Flutt þarna frumflutt. Þetta er geggjað, annar í páskum, þetta er 18. apríl. Þetta er bara, þú veist, þarna fær fólk tækifæri sem hefur kannski eitthvað skroppið á skíði eða eitthvað út á land og ég komið í bæinn losa sig við börnin komast bara massa páska andan sko. Þetta er tix.is eða ekki? Jú, þið bara farið á tix.is kaupið ykkur miðaræfil. Þetta er ekki okkur. Ég get eða staðfest það, ég ætla að mæta þannig. Já, endilega, það er morðið merið. Ég ætla ekki að sleppa þér alveg þó við skuldum auglýsingarinn að segja því við ætlum að henda þér í hraðaspurningar og svo ertu lausuð okkur. Já, ok. FM 95 Blö, alla föstudaga á FM 957. Held ég þeirra að hlusta á afsakið þetta, FM 95 Blö hér á FM 957 og Sigurjón Kjartason er ennþá hjá okkur, við vildum ekki sleppa honum alveg strax því að mér langaði svo að henda þér í hraðaspurningar, Sigurjón. Já. Ertu ekki til í það? Jú. Já, þetta er, þú þekkir nú reglur, þú hefur verið gestastjórnandi hjá mér bara þegar ég var nýbyrjað með þáttinni, mannið við því. Já, það er nú slítill. Mikið heiður, 2011 minnum. Þannig að þú átt basically að segja bara fyrsta sem þetta er í hug og það er ekki takt að svara rangt eða rétt. Nei. Tilbúin? Já, ég er alltaf tilbúin. Alltaf tilbúin, uppáhaldsmatur? Ég bara, ég er aldrei uppáhaldsmatur. Ok, bara Búllan sko. Búllan, burger. Besta bíómynd allra tíma? Já, ég er nú svona, var nú lengi Shining maður sko. Já. Jú, ef ekki bara halda okkur við hana. Eða Godfather. Ég er aldrei guðföðursmegin sko. Ok, Godfather. Í lífinu. Það verður að heiðra þá hann daginn. Já. Hvað drekkur á djaminu? Eða þú ert svona að lifta þér upp? Já. Það er mjög sjaldan ég var ennþá inni hjá fyllir og lofa Já, ég man eftir því Þú er gaman að fara með þér á fyllir
Þetta er aukalegasta setning sem ég Þá bara fattaði ég hvað hann er ungur En sko, ég er samt ekki búin að þroskast mikið því að Jón Gnarr lofaði mig líka og hann stóð við það eftir Eurogarðin Þannig ég var ennþá inni hjá þeir Já, svona Já, ég er viskimaður sko Viski? Já, ertu mikill viskimaður? Nei En mér finnst gaman að fá mér viski í góðra vinahópi Ok, geggjart Hvað fyrir mest í töðunar? Hvað fyrir mest í töðunar mér? Ég er orðinn svo dagfarsprúður sko að það bara er allt hægt að fara í töðunar Þannig að ekkert fyrir mest í töðunar mér Ekkert fyrir töðunar Hefur þú lent í slagsmál? Já, það hefur gerst Og það slagsmál sem þú vannst eða tapaði? Já, ég lendi í einum slagsmál sem ég vann og svo einum sem ég tapaði Þetta var allt á já, fyrst, sko fyrri var þegar ég var 11 ára Ég vann og það kom mér mest á óvart af öllum sko Að þú tekur öðlið? Já, ég held ég myndi alveg vera lúparinn hann sko en svo var það ég sem vann og það var bara því ég var svo stór miklu stærri en hinn Hvað er gammal þú tapar? Já, það var einhver gaur á Hótel Búðum eða á Búðum hérna in early 90s sko 90, kannski eitthvað sko Já, hann var bara eitthvað hann var að snapa fæt og bara réðst á mig og hafði mig undir Hvað kveikir í þér? Hvað kveikir í mér? Hvað kemur þið til? Já, Það er rosalega vond spurning sko Nei, það er ekki ég heilt er svona spurningur það er bara, þú veist já, bara ekki neitt bara alls konar allt og ekkert Ef þú mættir hafa leikið aðalhlutverki hvaða bíómynd sem hvaða mynd hefði verið valin? Voðalega er þetta við að spurninga Það er kræfjandi, það er bara hannig Bíómynd Já, hvað svona ef þú mættir hafa leikið aðalhlutverki hvaða mynd sem Hefði ég mátt leika aðalhlutverkið í hvaða mynd sem Sko þessi Predator eða Commando eða True Lies eitthvað sem þú hefði nú eitthvað fyrir þig Nei, ég hef ekki segja bara Dirty Harry Dirty Harry? Já, ég myndi Það er rosalega það rúla við Já Áttu þér uppáhalds íþróttalið? Já, ég meina, þú veist Liverpool hefur svona loða við mig Já, við þurfum ekki að velja neitt við það Hvað er hérna uppáhalds hljómsveit? Uppáhalds hljómsveit? Já, þarna komum við nú að ýmsum möguleikum sko. en hérna ég er hérna sko, ég hef mjög athyglisverðan tónlistsmekk myndi ég segja, þú sé sjálfur Ramones, Kraftwerk og ABBA er til dæmis mjög góð kombinasjón Hver er þinn helsti kostur? Minn helsti kostur ég hérna ég veit það ekki Ok, en helsti ókostur þá? Minn helsti ókostur Sjetturinn Sko ég hérna ég geti sagt minn helsti kostur er hvað ég get ég er actually frekar jákvæður en minn helsti ókostur er þegar ég er neikvæður sko. Þú dettur í það Já, ég get dottið í það Veri fyrirfram neikvæður á eitthvað sem að ég hef ekkert með að vera neikvæður út í og síðan hef ég svo get ég nýtt hinn kostin sko, að geta snúið yfir í jákvæður Ég man þegar vorum að skrifa svínasúpuna og þú varst ósáttu með eitthvað skett sem ég var að skrifa með þá hendur alltaf í ring 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 auðun spöggstofu síminn var að Já, þetta var svona grín spöggstofu síminn Hver er fyndnastur? Hver er fyndnastur? Já, ég er sko af þeim sem ég þekki minnur, ég meina ég þekki nú að marga þessum fyndnustu Jón Gnarr er náttúrulega fyndnastur en svo er annar maður sem að vinnum mínum sem er ekki síður fyndin en hann fer mjög svona oft svona lengt með það hann heitir Óttar Proppi hann er mjög fyndin mikil humorasti og svo í restina uppáhalds sjónvarpsþættir er eitthvað
Hvað ertu að horfa á núna? Ég er að horfa núna er ég að horfa á þessam þætti hana konu sem að bjóð til þetta gera þetta lyfjafyrirtæki hvað heitir hún? Já, hann er Elizabeth Holmes. Já, Drop Out. Hann líka svindlarinn. Já. Ég er alltaf gaman að þetta við svindlara. Já, einmitt, ég er að horfa á þá þætti en uppáhaldsþættin er þessa dagana svona undanfari missir myndi ég segja Succession. Succession. Það er líklega það ég taka á því annað skipti sko. Ég taka aftur fyrstu og aðra seríu áður í fyrir nýjust og ég er að spara þetta koncept sko. Og þetta er eina fáum seríum sem þú getur einmitt hort á oftar en einu sinni sko. Já. Þetta er allt svo gott líka og þýmið í þessu svo gott líka þegar ég var að hlusta á því að ég tengdi svo rosalega ég var að hlusta á tvíðundaginn í bílnum og þá varst að tala um White Lotus atriðið þegar hún að kasta öskunni það er eitt að finnast það sem ég sé það er svo fyndið ég veina það var skemmtileg sería mjög skemmtileg sería það var Jón Gránsson bendi okkur á hana þá tók ég hana heima og það gjótt sem að hlægir heima uppátt við sófa heima en það var þarna þegar frétti með pappa sinni í símanum ég gjótt bara ég bara grét úr hlátur við sófa heima ég man ekki hún að gerði síðan maður brosur á þeim eitthvað og þetta er ekki hlæjandi ég grét þarna þegar það voru að jarða en átti ekki það Ramstan heima upp á sljómsett og búin að snú bakið heima ég hef aldrei verið með þá sérstaklega ekki einhverju uppáhaldi þannig séð þeir eru svo mikil maskin kynnti samt Íslandingu fyrir henni já, absolutt sko fórst á Kraftwerk í höllinni? Já, sjálfsög í höllinni Eldborg sorry en talandi hljómsveitir er Ham eru þeir ennþá bara í fullu fjöri? Já, við vorum bara að tilkynna það við verðum á Airwaves núna í november sko nýtt lag Já, hver veit ef ekki lög sko. Finnst þið það gaman alltaf að jamma? Já Kallar maður það ekki að jamma? Hvernig segir maður það? Spila? Það er meira svona 70s rock menn farin í bílskúr að jamma Ég hef aldrei verið í hljómsveit Það er jam Nei, við æfum basically sko Og finnst það ennþá gaman? Já en er það svona moment við gerum þetta með hlýðum sko en þeir hittist þú veist gamli hópurinn hittist saman er þetta momenti svo að tala þú færði eitthvað skeitt viskiglas og þeir eru komið í einhver bíl það er gjössalega ómögulegt með þessum menn það drekkur enginn að já þetta eru menn sem er löngu hættu ég er eini maðurinn sem drekk sem má drekka af þessum félögum nei það er sko það sem ég fæ út úr einmitt félagsskap við þessa ágætum drengi sko, er bara þeir eru fjölskylda mín sko, þetta er eins og að hitta bræður sína skilur við erum búin að þekkja sem vorum táningar sko og það er svona því þekki það, þú veist, þá er svona alls konar ósagðir hlutir sem að menn geta hlegið það, bara því að þið eru í einhverju svona algjörum lokalhúmor sem að engin annar fattar sko. Það er svona þessi búbla sem að menn mynda með sér sko. Herðu, geggja sögum, þá ertu eiginlega bara laus með okkur. Við minnum aftur á skemmtunina, annan í páskum. Annan í páskum, 18. apríl. Miðar á tix.is. Ég bara hveti ykkur til þess að tryggja ykkur með það. Ég ætla að gera það sjálfur hérna í hliðinu. Sigjum, takk æðislega fyrir komuna. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Það held ég að þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Við Steindinu komnir í klefan góða og það er núna 50 dagurinn 31. mars. Þannig að við ætlum samt að taka aprílgafn núna. Já, þú veist, við erum ekkert langt á undan. Nei, þetta er sólarhingur og við náttúrulega getum ekki gert þetta morgun. Nei, það er veginn. Þannig að við ætlum að gera þetta í dag. Bara nýtið í dag. Já, og það er bara 31. apríl massgrín. Já, þú veist, ég meina ég held að það sé í rauninni miklu betra. Já. Af því að ef það er 1. apríl þá á fólk vona á einhverju gabbi. Ég veit það er betra að koma svona aftan að sko ljóta að kannski segja að koma aftan að því við ætlum að hringja í mömmur okkar. Já. Sem að við höfum ekki hringt lengi í þættinum. Nei. Ég gerði það reglulega hérna fyrir svona 8 árum síðan eða 9 árum. Já. Og sko þá er bara að hugsa grínið sem við ætlum að taka. Í mömmurnar. Einmitt. Engi. Ætlar þú að byrja það? Sko, við erum náttúrulega ég verið að hafa gemsan alveg við. Já. Og ég er að spája að fara alveg bara pínu gróft sko. Ok. Eða ekki gróft. Nei, ekki þannig. Ég er að spája að segja bara mömmu
Rakel að vera að brjóta sér báða lapinnar. Já, ok. Það verið kyrst á hana. Það er ómikil viðbjöður það. Ég var svona pæli að segja mömmu að vera hestur út í garði hjá henni. Það er svo að segja. En nei, það er líka svona hefð hjá mér. Ég hef alltaf hringt í mömmu 1. apríl og ég hef alltaf sagt að það sé hestur út í garði, þú veist. Ok, þá er náttúrulega ekkert að fara að gerast. Hún segir bara 1. apríl, það er náttúrulega ekki 1. apríl. Nei, það er náttúrulega ekki 1. apríl, það hjálpar. En málið er að svo er líka bara, þú veist, gallin við þetta er að mamma og pappi eru flutt upp 8 á jarðhæð, en eru núna fluttu í fyrra. Þannig að það er erfitt. Komið í blokka? Já, og svona, þannig að þú veist, hestur út í garði, það er ekki hestur út á svölum. Nei. Það meikar ekki sens. En það getur verið samt í samin. En ætlar að hafa, á ég að byrja sem sagt? Já. Ok, og ætlar þú að hafa bara þitt, að sé hestur út í garði? Já, það var pælingin, þannig ég fattaði náttúrulega þau séu flutt, en Já, það er það sem er að rústa þessu, að þau séu ekki á jarðhæðin lengur. Nei, hún er alltaf keypt þetta. Í alvörunni? Já, þetta er bara eins og ári og ég segir, þú veist, í Mosó er ekki það óeðlilegt að vera hestur út í garði, Já, ok. Þeir sleppa stundum og fara bara beit. Herðu, ára mamma. Hína sem ég er að hugsa bara, veist, ég vil ekki að vera reyðið með er ljóst, hvernig á ég að segja hún hafi lappabrotna? Þú voru að byrja að taka fram að síla í með hana, en lappirnar eru alveg mölbrotna, okay. Bara she will never dance again, Það var ekki bara að segja að fór skúter á hana. Nei, það mútti ekki mölbrotna við það. Rafskúter? Þú getur líka bara sagt hún hafi kyrst á hana. Já, eða hún hafi fótbrotnað, misti í sig eitthvað og fótbrotnað. Nei, ég ætla að segja hún sé brotin á báðan. Já, þá hefur hún var þá að halda, nota bara hina löpuna. Nei, halda og þá brotnar hún. Okkur er ég að biðja um ráðsvar. Ég veit ekki. Okay. Þú getur líka gert eitt. Sagt að skóa mítillin hafi komist í hana. Halló. Hæ. Hæ, Stón. Hvað segir þau? Fint. Herri, ég er ágættur bara. Ég það er svona smá vesen. Það er svona leiðindi, en það er í lagi. En það leit ekki, Rakel var að brjóta á sig báða lappirnar. Já. Hvernig fór hún að því? Það var keyrt á hana. Hvar? Bara rétt hjá Lóðlandinu, Og bíllinn var ekkert á það mikill ferð og eitthvað. Ég á ekki orð, já. Þannig að ég er að fara að kíkja á hana. Ég ætla að aðtúa hvort þú getur eitthvað hjálpa okkur hans með strákana eftir. Ég er að vinna. Hvað ertu að vinna lengi? Til 4. Ok. En ætlaðu ekki að fara út? Já, það er off. Já, við erum góður og er hún brotin á báðum með það? Já, illa brotin á vinstri. Jesús minn. Já, þetta er algjörðið beður mér. Já. Hvað var hún á lappi eða? Já, sem betur þegar hún var með vagnin með þess að Jesús minn, almáttugur. Já, þetta er ógeðslegt. Þannig að sumarið verður hressandi. Já, segðu. Þetta er hæðilegt. Já, þetta er viðbjóð. Þú ert að vinna til hvað, 4, sagður? Ég er að vinna til 4, já, ef ég get gert eitthvað fyrir þið eftir 4. Já, ok, ég ætla að heyra hans betur í henni, hún er lettu sjokki. Já, ég er ekki hissa. Er hún upp á spítala eða? Já. En hvað er Matti á? Hún gerði að koma og sóta hann. Já, ok, Jesús almáttugur. Já, þetta er ekki hægt. Þetta er agalegt. Já. Ég er bara svo fegin að fór ekki verð. Já, guð mig góður. Hvað sá hann ekki eða? 1. apríl. Ó, nei, hann ekki finna morgun fáiði. Já, ok, 31. mars. Það stekir. Ég er að ljúga þér. Þetta var Það er aprílgabb. ekki lægi með því. Það er á þér. Ég drep þig næstu ég sé þig. Ég prýt á þér lappirnar. 31. mars. Hvað sleiðilegur. Ég heyri þið betur eftir. Steindir að fara í eitthvað rosalegt síðan. Ok, bye. Já, bye. Þú náðist. Hefnaðist. En einhvern veginn, ég veit það ekki. Hvað, þið leiði ekki vel í símtalinu? Nei, og ekki heldur þegar ég sagði, veist, ég held að þetta er eitthvað svona létt eitthvað þegar ég myndi að segja 31. mars, nei, það er á morgun. Já. Ég veit ekki hvort ég að fengi út úr þess sem ég vildi fótur þess. Ég meina, þú varst að platana. Já, og það líður ekkert vel með það? Nei, þetta var alltaf svolítið alvarlegur hrekkur. Já, var ég að skýta á með það? Nei, það er eitthvað léttara bara frekar. Það er í lagi með Rakel og mamma henni hress. Hún ætlaði að brjóta reyndar þér báða fætnar. Skil alveg vel. Það er svo annar mál. Herðu, mamma mín er coming up eða? Já. Ég er að byrja að ringja. Ok. Ég er að nota gemsan. Ég þarf að setja speaker. Já. Sett síman hérna uppi.
Heyrðu, mamma mín með eitthvað lag. Heldur það töff. Halló. Já, hvað segir Mútta Tútta? Foll og blöstaður. Hvernig ertu? Ég bara orðið þokkaleg og pappiðinu allur að koma til. Já, býtu hvað var á honum? Við fengum bara skítapest. Ha? Já. Upp og niður? Það byrjaði nú hjá pappaðinum á mánudaginn að hann bara, hann var eitthvað slagur og svo var hann eitthvað að horfa í síman og bara snar svimaði og hann var bara inn á klósett og hann bara ældi, bara ekki séð það eins. Býtu hvað, eitthvað gubbupest eða? Nei, þetta er ekki gubbupest. Ég hugsa að það er bara helst yfir hann eitthvað pest og það fer svona því hún svimar svo. Einhver influensa? Já, eitthvað skona influensa og svo bara svona óbáslegt hóst og kvef og slappleiki og við fórum til læknis bæði og letum nú hlust okkur og ekki dóni okkur en pappið bað samt að sett sýklalyf inn því hann treysti ekki þessari ungu stúlku hérna. Já. Eins og bara vandir, þær segja alltaf nei, það er ekkert hérna. Já, þú meina. Og svo byrjaði hann bara að taka inn sýklalyfið og hann bara allur að skána. Já, ég hendi mér nú bara sýklalyf sjálfur daginn. Ég fann einhverja sýklalyfsrest heima. Ég haf búin að vera svo kveifar en ég setti mér bara kúr. Já, og hann bara allur að skána sko, þannig þetta hann alveg komin til. Já, við Adamsfjölskyldan, við fáum ekkert upp að skrifa, við setjum hvort annað bara kúr. Já. Heyrðu? Það er langt best, já. Hvernig ertu? Ég er ágætt, ég er með... Hvað ertu með? Þær eru hérna stelpurnar Sigis, þær eru búin að vera veikar. Nú, já, allir búin að vera veikir. Heyrðu? Já, Ísak var líka búin að vera veikur og Erna var með ykkur, það er allir búin að vera með ykkur. Sko. Já, það er bara upp áfram. Heyrðu? Þetta er bara ganga, já. Já, þetta er bara ganga. Kannski COVID aftur? Nei. Heyrðu, það er eitt í þessu. Já. Ertu búin að heyra þetta sem gerist í Mosó með hestan alla? Í hesthúsunum, Hindisvíkinni? Nei. Það sluppi út einhverju 50 hestar. Já. Og það voru hestar í Krikakverjunu og í Teigunum og eitthvað. Og þegar ég var að keyra framhjá upp í vinnu rétt núna í þessu, þá sá ég að það voru hestar á leikvöllinu fyrir utan þér og hvort það hafi komin inn í heldsgarðin hjá þér. Þetta? Kíktu. En gaman. Já, þetta er mjög steikt. Sérðu eitthvað? Nei, ég er að gá. Já. Þeir voru á leikvöllinum og mér fannst þess að eitt var komin inn í garðina því að hann svo nálægt er leikvöllin. Nei, ég sé ekkert. Er ekki lokaður pallur fyrir neðan? Nei, það er ekkert. Nei, en pallur fyrir neðan, er hann lokaður og opinn? Já, nei, þetta er bara lokað. Já, en hefur hesturinn ekki komist inn á pallin þar? Ekkert inn á pallin, nei, hann er lokaður. Já, en fyrir utan á túnið? Nei, það er engin hestur. Þú voru að kíkja út? Er ekki búið að hérna, er ekki bara búið að ná þeim? Nei, þeir... Hvað skeður þegar svona 50 hestar? 50, það getur ekki 50. Jó, það var eitthvað bál sem kom upp held ég. Ég skal bara gáta þetta hérna. Þú voru að kíkja út? Já, ég er að því. Já, ekki láta það bræða og sérði eitthvað kvikindi þetta úti? Ég er ekki hrædd við hesta. Jó, ekki? Nei, heyrðu, það er ekki neinu hestar hérna, ekki einu sinni för eftir þá í hérna, túnunni, þannig þeir hafa ekki komið hér inn. Nei, mér finnst ekkert skrítið. Nú. Af því þetta er 1. apríl. Fíkl. 1. apríl. Þú áttir ekki að vona. Tekin maður. Já, tekin. Þú áttir ekki að vona þessu. Anskotin sjálf. Ég verð að passa, nú er ég að passa mig. Já, þú segir nokkuð, nú þarf ég að fara að gera ykkur grikk. Það er ekki sem 1. apríl. Það er 31. mars reyndar. Nú er það. 1. apríl á morgun. Já, það er á morgun. Já, þú varst að fljótur á þér. Já, við erum að taka upp þáttinu, við þurftum að gera þetta. Kvikindi. Erðu? Já. Ertu hættur að taka upp? Nei, við erum að upptöku. Já, hætti við bara. En hefði verið hestur hérna í garðinu hjá mig, þá hugsa ég hefði reyndan á honu fyrir auðvitað, það er draumur hans, Esan hérna hinum mig. Er þetta mjög fallega að hugsa? Já, hann segir að það sé fallega að hugsa þér. Herðu, þetta var 1. apríl og við náðum þér. Já, þú náðu mér, ég var tekin, ég ætla að passa mig á morgun. Það ekki? Jó. Já, ég ringi nú eitthvað á morgun, þú veist það. Já, nei, ekki mig, ekki aftur. Nei. Herðu. Pratum aftur. Já, ég ringi pappa. Herðu, þetta er bara Elsa, við heyrumst. Ok, já, bæ.
Nærðunni bara hverju ári með þessu? Hverju ári hestur. Hvernig það hægt? Já, hann alltaf líður áramilli og hún alltaf hafði ekki hugmynd að væri 1. apríl sko. Nei, þetta ekki 1. apríl. Nei, hún hafði ekki hugmynd að væri bara ekki eins og hann væri á leiðinni sko. Hún var ekki að pæla. Allir slappir, allir að koma til samt. Djövel fannst mér fyndið að pabbiðin treysti ekki hjúkuli. Já, hún stelpan að pabbiðin treystin ekkert. Þið eru nákvæmlega eins feðgarnir. Bara nákvæmlega eins. Veistu hvernig pabbi er? Þegar ég fer með hann stundum í Bauhaus, hann finnst leiðilegt að fara einn í svona mission. Tekum við stundum með og við vorum með daginn og þá var einhver strákur sem hefur verið svona 20 sem var bara að sjá skrúudeildina og pabbi var að kaupa eitthvað í það og pabbi sér hann og fer svona eiginlega að fela sig fyrir hann og ég segi, hvað er að gera? Hann er það, nei, allt og ungur strákur, hann veit ekki hvað, við þurfum að fá einhvern eldri mann sko. Að pabbi hann er svona með lækna, hann treystir ekki ungur fólki, hann vil fá bara, hann vil hitta eitthvað sem er búin að vera í þessu helst í svona 60 ár og veit nákvæmlega hvað hann var að tala þegar hann vil fá eitthvað uppvaskriða að þú ert að verða nákvæmlega eins og hann. Ég? Þetta var klefi dagsins. Böddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga. FM 95 Blö með ykkur á FM 957 og drengir, við fórum náttúrulega beint í klef eftir Sigurði Kjartans, það var gaman að fá hann maður. Alveg legend þar á ferð þó að hún finnst það orðið vel þreytt. En sko, Steindi, því að þú hefur oftast lent á the chopping block hérna ef við erum konið í eitthvað tímaþröng, þannig ég er alltaf svona að tryggja að þú fáir að fara í þinn lið. Já, sko, því ég er spenntur að þetta er splungun í liður. Já, þú ert reyndar alltaf, þú átt að til að kötta augljósa staðarindir. Já, það er ekkert ástæðulausu. Og ég er ekkert að sína þér hvað ég fæ sendblöð. En fólk er brjálað á því. Væga sagt. Það er búið að vera þannig bara sem ég var krakki, þannig ég tek það bara á kynina. Það ekki? Herðu, drengir, ég ætla að fara með ykkur í nýjalið og ég er náttúrulega spenntur að prófa hann, þannig að ef við missum af hver röddinu umferðin, þá tökum við bara næsta fyrsta. Já, þetta stafgar, málið það. Þessi liðir fari ekki neitt sko. Nei. Herðu, þessi liður, þetta er frasakóngurinn. Já, ég var svolítið peppað fyrir þessu. Þetta er stemningsliður. Og þannig að sko, ég þarf að fá okkur alveg í fókus. Rosalega fókus. Og þetta er ég er alltaf fókus þar, Egill, þú verður bara að loka tölvunni. Ég er ekki inni. Egill er bara eins og sé að loka viðskiptasamning. Ég er ekki. Sko, málið er, þetta er þið viti hvernig þetta er, fyrstu kemur, fyrstu fær. Er þetta bara eins og í hver á röddinu finnum að það er réttu pönd? Já, og ég get lofað ykkur því að þið þurfum að vera á tánum sko. Já. Er það klarir? Já, pakka blömmi saman. Alltaf að vera á tánum og pakka blömmi saman. Það er ekki dæla snögg. Nei, rétt, afsaki kveifistar. Ég er með influensu. Já, þú varst ekkert afsakað. Já, fáðu viski bara. Já, ég er bara með hitta sko. Farið viski í kvöld. Já, ég er með 39 stað hitta. Já. Þá fyrir það að koma í vinnuna. Því að við gerum það er það sem við gerum. 39 steg. Ekki að kjafta. Nei. Má ég rassamæla þetta? Já, Egið þið mælir heima. Ég ætlaði að spyrja, hvernig mælir ykkur heima? Ég er bara rassamæli. Er þú að rassamæla fullur maður? Ég er bara að mæli mikið. Ef ég er slappur þá bara slepp ég að mæti vinnuna. Ég er ekkert að fara að mæla mig eins og 10 ára krakki sko. Nei, það er svona ágætt að vita hvað maður er. Ég set bara í eirað í 2 sekundur, bíp, bíp. Já, ég nenni ekki að rassamæla krakkan hvers sem hann er slappur sko. Nei, það er vel þreitt sko. Svo getur þú keypt þetta í Costco eitthvað svona eins og sér á veitingastöðum bara svona og skítur á ennið. Við keyptum þannig og hann virkar ekki raskat. Nei, manjör. Ég er með alveg þannig að sleppið hann. Og mældur þið 39? Já, ég er búin að vera veikur í 3 daga. En mældur þig? Já, ég er veikur. Varstu 39? Já, ég er bara núna á töflum, ég er að svitna, ég er á töflum. Ég tók Dayquil 2 þannig. Svo er ég með Parataps og alls konar hérna í töskunni. Já, ég á stílanda, ég er með stíla því að með þetta hvað er það að gera? Hvað er það að gera? Á ég að fara að grenja? Nei, þú ert að því samt. Það verður entertain me helviti mikið um að þú gefa hann stíl Það er gefa stíl? Nei, ég þarf ekki stíl. Gefa stíl? Nei, það er mikil veikindi. Dóttir mín er farveik líka. Það er bara, þú veist, það er allir veikir. Hvað þurftur þú mikið borga fyrir ég myndi gefa stíl hérna núna? Ég bara vil ekki fá stíl. Það er ekkert við, tekur nokkuð sekundur. Nei, ég bara vil ekki fá. Þú hallar hérna borðið og ég geður eitt stíl. Það er núlmál. Svo heyrðum við í múttu líka. Mamma var, þau voru öll búin að vera í þessu. Það er ekki allir búin að vera, þú voru að ræða þetta í blöggastinu, það er ekki allir veikir. Jú. En þetta er, það var allir út af feskir í mæ þegar við erum með afmælið. Já, ég er alveg feskur, ég er svona þungan haus, haf ekki fengið henni. Svona þungan haus. Eins og hausnum þessi þungur og svona eins og heilins er að komast út úr hauskúpunni. Hvað er það ekki að væli við? Nei. Hvað er anskotanum með þessi dagskóliður sem það er núna? Herðu, þessi dagskóliður heitir Frasakóngurinn.
Og eins gott maður sé ekki með Jón Gunnar Gerdæluna sko. Það var álur vesinn sko. Það væri náttúrulega rosalega að vera heiður að fá hann ekkert að nýta. Já, og við erum að giska hvað frasin þýðir. Já, og þetta er fyrstu kemur fyrstu bæðin. Já, hvað hann þýðir. Og þetta er ekkert að þessu eitthvað svona. Oft þessi frasar tengjast ekki sinu vörunni sem það er að plugga sko. Það er álur vesinn. Og eitt svo ég gleymið ekki, hvenær við mögum alveg segja það er að koma út svona netta auglýsing fyrir tónleikan okkar. Verður það næsta fyrir, það er ekki í dag. Sko, það er verið að vinna í því. Ég myndi segja að, já, eftir viku þá kemur Awesome Video and Shit. Já, svona pep-vídeó fyrir höllina. Og svo líka, þú veist, það mennur líka mögulega, það er mögulega verið að smíða, Muscle Boy er í stúdíónu. Ég ætla ekki að mæta hana í höllina og ætla ekki að vera með fresh shit sko. Þannig að það er aldrei að vita um FN95 blöð hendilega líka. Já, það er svona menn eru að vinna. Já, það er enginn í fríi hér. Það stefnir í, verður ekki uppselt. Það er allavega, lítur vel út. Já, allavega sko, gott tempo í sölli. Og þessi að skútir hefa hægt sem ekki vera að pirra fólk, því að fólk er bara þyrst, þú veit bara að hella það goddamn time. Ég er bara að lofa að þetta verður besta partí sem Íslandi hefur séð. Ég skil vel að einhverju sé pirraður að hann hafi ekki komist. Við bara fáum hann setna, en þú veist, við erum að fara að halda geggja partí og við getum í rauninni eins og staðinu núna með einhvern tempóði núna, þú getur alltaf ekki lofa að þú ætlar að býða endalsveg að kaupa það sko. Einast að þú getur lofa að giggi verður, gigg getur verið í kvöld með þessum voru að kaupa með það og það er rosalegt sko. Þannig að við höfum þetta á 6 vikur. Herðu, allavega, nýr liður. Frasa kóngurinn, eru þið klárir? Tilbúin í þetta. Fyrsti frasinn, hvað þýðir frasinn? Jepsi Pepsi. Öðum Blöndal. Það er bara já, ég er til. Bara já, meirinn til. Bara já. Já, þannig að þú ert að segja já, það er ég sko til í. Já. Þú ert að segja það ekki? Já, það er ég sko til í. Já. Það er hárrétt! Ég viss að þú verður alveg góður. Já, ég meina að þú er nátt. Jepsi Pepsi, þetta er rosa klóksvara frasi sko. Ég hef aldrei á ævi minni sagt Jepsi Pepsi. Hefur aldrei heyrt þetta, hvað meinar? Ég hef aldrei sagt þetta. Það eru eiginlega að fá okkur bjóri kvöld. Jepsi Pepsi. Nei. Þú segir þetta ekki. Hvað segir Jepsi Pepsi? Ég ætla að byrja að nota þetta. Jepsi Pepsi. Sko, tilgangur með þess er að vona að hlustendur FN95 taki þessa frasi upp aftur. Hvað var svarið? Já, ég er til í það. Já, ég er sko til í það. Já, ég er sko til í það. Já, ég er sko til. Ég hef búin að segja ykkur söguna með Sjensen Bensin. Já, við getum sketsuð. Er þið klárir? Næsti frasi. Kom með lead. Hvað þýðir frasinn? Bingo að borði 7. Þið lyftir báður upp hönd. Já, ég var undan. Sýttur að vera eitthvað undan. Öðum Blöndal, já. Já, búin að kúka. Búin að kúka? Já, það er rosa sett. Þarf að kúka. Þannig að þegar einhver segir hérna, er bingo að borði 7? Þarftu það að hægja þér? Já, það er búin að reka við. Þetta er okkur hárið rétti á blöðunum. Hvað segir þú þegar að? Það er ekki búin að reka við. Hvað með mörg svöru, hvað er spurning? Ég hef bara spáðið, sko, ertu að tala um þá, segjum núna að ég myndi reka við. Já. Ætti ég þá að segja bingo að borðið 7. Það myndi þú segja það myndi einhver koma að herða bingo að borðið 7 því að það er einhver búin að prumpa. Já, þannig að þetta, bingo að borðið 7 þetta. Það er hárrétt. Já, það er hárrétt. Þetta er vel gert. 2-0. Hafið einhvern veginn sagt þetta? Það er eitthvað reyku við hjá okkur. Bingo og borðið 7. Þetta er það síðasta sem ég myndi segja. Þú myndi prumpaði borðið. Þetta er Jepsi Pepsi. Það er eitthvað sexy frasa. Ég nota bingo og borðið 7 mjög mikið. Ég er aldrei eftir að segja. Jú. Ekki einu sinni. Hvernig segir þú? Ég er alltaf að segja bingo og borðið 7. Er það kannski að við á blöð við reykum mikið við? Segir þetta regljóð með dótt í hana? Nei, spurði bara Svepp og Pétur og fleiri. Bingo og borðið 7. Þetta er nota mikið. Og svo líka er mikið nota þetta er opnin. Hvað var þetta? Varst það að reyka við? Nei, þetta var opnin. Þetta var opnin. Hvað er síðast það? Þetta er bingo á borðið 7. Pappi mér notar opnin. En bingo á borðið 7 var í snýðin. Herru, næsti frasi. Þið verða klárir þessi gefins. Eins og fyrsti, Jepsi Pepsi. Hvað þýðir frasin að vera þunna gunna? Það er Öðum Blöndal. Það er bara að degi og þingu. Já, að vera lítið dísir og þingu þunnur. Það er bara hárrétt. Að vera þunna gunna. Það er að segja mig hvaða lúða og tókst látt að tala við þú skrifaði það niður. Tvíl ekki frasa. Hvernig er þetta í dag? Ég er þunna gunna í dag. Já. Eftir svona þunnur. Viltu meina að séu barnalegi frasar í þessu? Nei, þetta er bara vestur frasar í sögun. Þunna gunna. Jepsi Pepsi og bingo borðið 7. Ég er þunna gunna í dag. Ég er þunna gunna. Ef ég myndi hringja núna halló, Egil, hvað, er ekki allt í lagi? Jó, ég er bara smá þunna kunna þetta sko. Nei, ég myndi ekki segja þetta. Ekki at gunpoint. Herru, hefur að fara á KFC og fá okkur hvað? Jepsi Pepsi, er það ekki? Bingo á borðið 7. Þetta er bara allt þetta. 3-0. Ok, þá er hann síðasti.
Nú Það eru fjórir. Það er 4 Ok. Egil, fáðu stig Já, 3-1 er fínt Sattu mig 3-1 Nú kemur bara við það 4-0 var það álur niður er bara ný regla í þessu nýja lið af því að ég má ekki gera það og ef það er 3-0 fyrir síðasta þá fær Egil automatist svarið Það er rosalega regla Þannig að Egil, þú mátt svara Thank you sir Hvað þýðir frasinn Halló Kalló Bimbo Jésús Kristi Halló Kalli og Bimbo Við veitum hvað Þetta eru allt frasar sem þú notar Egil Þetta er frasinn sem þú hefur heist Halló Kalló Bimbo Halló Kalló Bimbo Þú lapp, ok, það gefa vísbendingu Þú lappar eitthvað staðar inn Nei Halló Kalló Bimbo Ok, ég er svona alltaf hver myndi segja þetta Það er fullt af fólki maður og ég er að reyna að rifja þetta upp aftur Ok, rosa stemning Halló Kalló Bimbo, djú stemning Halló Kalló Bimbo Gekki stemning, er það grínast með þetta? Sjá hvað mikið stemning er það? Ég ætla ekki að gefa það rétt Blöður 100% með þetta Ég ætla að segja að það er eitthvað svona Þú veist, þú mæti blöð inn í herbyggi og það er eitthvað skrítið í gangi Nei, Halló Kalló Bimbo Já, það er allt í rusli og rugli Já, svona þú veist, nei Hvað myndir þú segja núna í þessu? Klára setninguna Nei Halló Kalló Bimbo Já. Ég veit það ekki Þessi slappast Hvað er að gerast? Nei, þetta er allt jafn slaft sko Hvað er að gerast? Það er bara hvað er að gerast? Hvað er að gerast? Já, ok Hvað er að gerast? Halló Kalló Bimbo Já. Hvað er að Já, gerast? þú segir basically sem þú kemur heima eftir og það er allt í rusli og þú segir Eva, hvað ertu búin að Halló Kalli Bimbo, hvað er bara að gerast þér? Þetta var síðasti frasinn í þessari keppni Þessi keppni er aldrei aftur Jú, Verður með eitthvað sexy frasa Victorious en við skuldum sexy frasa, þetta er bara frasa sem er Verður til með eitthvað svona álur Ég er ekki frasa að búa þetta til, þetta er allt sem er til Hlátur milli 4 og 6 alla föstudaga FM 95 Blö FM 95 blöð með ykkur FM 957 það er ekki mikið lengur drengir það er sko tíminn flög frá okkur við fengum náttúrulega Sigurðan Kjartansson í heimsókn og við tókum tvær innkomum með honum og annað já sko þannig við þurfum að fara í spurningkeppni Gilsarans það bara að vera í næstu viku það er náttúrulega ennþá vor þá Þannig komist ekki að hver er meira vorni eða svona hver er King of Spring Það er tæknilega sem meira vor eftir viku já ég held að betra að hafa bara Ég ætla að peppa upp lustendur Þegar ég var sko 19. mars 2021 þá var Steindi King of Spring Blöðvann 21. mars 2018 þá var hann King of Spring það er 1-1 í King of Spring Þannig að þú veist þetta er dead tight fyrir þessa keppni við erum actually að fara að tjekka hver er the real King of Spring næsta fyrsta Já, ég meina þú tókst á 2018 síðan ertu búin að vera í vesinni og Steindi pakkaði saman í fyrra Sko eiginlega með sko rosalegt bókald já þetta er vel gert hjá hann Já En svo er líka, sko, ég ætla að fyrir hver á röddinu í umferðinni við þurfum að taka það næsta fyrsta líka eins og ég segi, hann bara hljóp frá okkur hérna þátturinn en það er búið að vera mikil stemning fljótt að líða Já, ég segi bara Halló Kalli og Bimbo Já, hvað er að gerast hvað þetta hljóp slappasti Hvað er að gerast hvað tíminn hljóp frá Mín manna er einn að koma sér inn í lagið okkar Halló Kalli og Bimbo Var það ekki lag, sant, sem hétt Halló Kalli og Bimbo Er þetta ekki bara stöðum minna eitthvað? Halló Kalli og Bimbo Það er bara ræðilegt sko En hvernig helgin hjá okkur félagum Ég er Steinþór, við erum að fara að herra okkur félagarnir að koma málverk og kemur okkur til skammar Já, sko málverk, ég get ekki keft málverk Þið er að fara að brunna það núna Jú, þetta var að köpa Þetta er alltaf að köpa málverk Ég kemst ekki að því ég er að fara til Amsterdam í nótt Það er rosalegt En bara í 2 daga En við erum að fara á herrakvöld, ég og Eil og við erum að fara í, þetta er sami gamli hópurinn Þetta er geggjaður hópur, þetta er svo fjölbreyttur hópur Þetta er svona, menn hérna og þann Það er þetta rándýr varamannabekku núna sem kemst ekki Ég, Píri Jóhann og Jói áspils allir of sem synd En Money Sim kemst sko sem er alltaf sveðla mikilvægt sko Já, Sveppir hérna og það er fullt að liði hver er hérna Gói og Villi og pappan Sveppa og Hugi og Páli Guðmunds og fleiri Það var álveru veistlan við erum að fara bara í steak og a couple of beers og blöður að fara hvað ætti að fara á leika Nei, bara þetta var panta fyrir 7 mánuðin síðan ég hefði haft þetta eins lengra frá AC eða ég fatta það á sínum tíma þetta var áðuruð pöntuðum AC þetta er bara ég og konan og Köðs og konan hans að fara til Amster bara fullur og reyður og allir góðir það helst ekki reyður en jú 2-3 bjórar og svo vút og vestla á eitthvað bara bara space cake það er ekki eitthvað til svo í því verður ekki Amsterdam á svo hvað það er álur haskhögu ég rættu við þetta allt saman það grenjar og slátri með landakröð sko það er álur meistari sko það séður bara að hérna
Það er 6 vikur í besta gig ársins. Já. Svona tristum okkur til þess að ná að fullir það. Já, og við munum koma betur en það mér í næstu viku. Það er líka mikið það núna að, veist, activity, ég held að fólk muni svona, ég var fólktíminn í þjálfun og var að spyrja fólk hvað það er að gera og það er allir að hellís, það er overload af árshátíðum, brúðkaupum, afmælisveislum eftir þetta COVID ógeð. Þannig ég held að þessar hátíðir í ár verður mjög vel, ég held að þjóðhátíð muni fara á hliðina og ég ætla að giggið okkar, síðan kótilettan hérna, við fórum alltaf lettun í fyrra, við erum aftur í árfélagarnir og ég ætla að minnast á það fyrir kongin EB að Forssalan klárast í kvöld á miðnætti það og sem hækka verðið þess, þannig að ef þú ætlar á kótilettuna þá getur kíkt á það og kótilettan.is, þannig ég held að verði overloaded activities, ég held að við munum aldrei sjá já góða mætingu og öll þessi gig, það er spá, síðan það er líka búið að svelta fólk í 2 ár, þannig að þetta verður stemming og line-up strafgar í höllinu núna 13. maí. Ég var bara faktað daginn þegar við vorum að gera trailer, þetta er bara þetta er bara þegar maður horfir á pósterinn og það verður líka svo þétt og það verður með svo marga þannig við bara fara að taka allra besta frá hverjum einum, það er ekki langdreið sjó, það verður alveg temp. Það eru allir þeir listamenn sem eru að koma fram á afmæli F95 blöð er að fara að taka bestu lögin sín, það er ekkert að taka eitthvað rólegt inn á milli til þess að brúa bilið, það er bara bestu lögin næsti, mæti bara með kortir set og allar þessar vinnuferðir mínar á Tomorrowland munum skila sér þarna, ég byrjar að smíða líklega besta set sögunar, ég get eiginlega ekki beðið, ég var að þegja 6 weeks out. Við erum að byrja að ræfa þetta, þannig að tryggja ykkur með það þar á tix.is, annars takkum við kella fyrir hlustunum í dag, við minnum á blöggasti sem verður mætt á þriðjudaginn, annars er það bara næsti föstudagur, góða helgi kæru hlustendur og bara takk fyrir í dag.